kvöld. Þátturinn að þessu sinni tileinkaður Krabbameinsfélagi Íslands og landsöfnun sem Krabbameinsfélagið stendur nú fyrir. Ljóst að mikið vatn hefur runnið til sjávar í krabbameinslækningum frá stofnun félagsins fyrir réttum 50 árum, en betur má ef duga skal. Og mikilvægt að landsmenn allir leggja sitt af mörkum nú í kvöld, því sú staðreynd að einn af hverjum 3 Íslendingum greinist einhvern tímann á lífsleiðinni með krabbamein snertir okkur óumflýjanlega öll. Hérna með mér Gísli Marteinn, betur þekktur sem Kastljósið geðþekka, og hann ætlar að sjá að þetta fari nú allt sómasamlega fram. Já, svona eftir fremsta megni mun ég gera það og reyna að vera þér til aðstoðar, Steinunn, en við skulum reyna að hafa þetta bara skemmtilegt hjá okkur í kvöld og það koma margir þjóðþekktir einstaklingar hingað og leggja söfnuninni lið með einum og öðrum hætti. Við fáum að njóta krafta þeirra hér í kvöld, tónlistarmenn og fleiri. Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi hér í þættinum. Nú, við minnum á símanúmer söfnunarinnar 907 50 50 og ef þið hringið í þetta númer þá eru sjálfkrafa dregnar 1000 krónur af viðkomandi símareikningi og hins vegar símanúmerið 750 50 50 þar sem tekið á móti frjálsum framlögum. Svo líka hægt að borga sjálfsögðu gegnum neti þar sem slóðin www.krabbamein2001.is. En það rétt að geta þess að við fengum núna tilkynningu, það rétt fyrir útsendinguna, að samkvæmt nýjustu tölum hafa safnast 4.980.000 krónur. Ekki amalegt. Nei, og þessi upphæð mun vonandi hækka eftir því sem að þessi útsending lengist, vegna þess að það markmiðið að fá ykkur sem heima sitji til þess að hugsa ykkar gang og sjá hvort það sé ekki eitthvað sem að þið getið lagt að mörkum og svona lagt þessari söfnun lið. En hér í sjónvarssal fjöldi skemmtilegra gesta og margir góðir viðmælendur sem bíða frammi, þannig að við skulum bara kynna fyrsta gest kvöldsins. Já, fyrsti gestur okkar hér í kvöld Guðrún Agnarsdóttir læknir, en hún einnig forstjóri Krabbameinsfélagsins. Við skulum bjóða hana velkomna. Sæl og blessuð Guðrún. Það búin að vera annarsamir dagar hjá ykkur í Krabbameinsfélaginu undanförnu. Já, mjög svo, en ákaflega skemmtilegir. Og það kannski skemmtilegast af öllu að komast í tengsl við svo margt velviljað og jákvætt fólk sem að tekur vel undir allar beiðnir og vill vera með í því að styðja gott málefni. Því að auðvitað þetta sem við erum að gera í dag og á morgun og í næstu viku í þágu allra þjóðarinnar. Hvert nú markmið söfnunar? Í hvað fara peningarnir? Markmið söfnunar fyrst og fremst að auka stuðning við krabbameinssjúklinga, en það vantar alveg skipulega endurhæfingu. Og ég þarf ekki að lýsa því nánar, ég held að því verði lýst mjög vel í þættinu hér í kvöld, hvers vegna við þurfum aukna endurhæfingu. Okkur langar að koma upp ráðgjafamiðstöð þar sem heilbrigðisstarfsfólk tekur á móti krabbameinssjúklingum sem leita þangað í viðtal og vísar þeim áfram og veitir þeim stuðning til þess að komast út í lífið á nýjan leik. Og auðvitað að efla forvarnir og treysta starf félagsins sem mjög fjölbreytilegt. En mér langaði svolítið kannski ef ég mætti, af því að þú varst að nefna tölur sem ég hafði nú reyndar ekki heyrt því að hún var ekki komin þegar ég kom hingað. Nei, við fengum hana bara rétt fyrir útsendinguna. Það hefur margt fólk komið til okkar í dag. Aldrað fólk sem að gefur álitlegar upphæðir, stórar upphæðir til minningar ástvini og vini sína. Öldruð kona kom í dag ásamt vini sínum og gaf 100.000 krónur til minningar 2 vini. Heiðursmaður kallaði mig á sinn fundi í gær og gaf 50.000 til minningar látna eiginkonu og ég fekk ákaflega gott símtal frá New York núna rétt áðan. Nú? Frá Ólafi Jóhanni Ólafssyni sem gefur 1 milljón til þessara söfnunar. Já. Svona sýslumenn að vera? Já, við erum í raun mjög þakklátt fyrir þessar góðu móttökur sem sjálfboðaliðarnir hafa allstaðar fengið og það eru ótal skemmtilegar sögur það hvernig tekið var á móti fólki. Mjög gjarnan beið fólk með peningana tilbúna og var að bíða eftir einhver kæmi, allstaðar jákvæðni og góðar móttökur allt land. Hvað á nú að fólk að horfa á þessu útsendingu í kvöld? Á fólk að hringja í þetta númer og leggja mörkum bara þar sem það kemst, þar sem það aflögu fært Já, þar sem það vill gefa sjálfsögðu. Nú eru sjálfboðaliðarnir hættir að ganga auðvitað og þá eru það símanúmerinn og svo það bankareikningurinn 50 2001 í öllum bönkum þar sem hægt að leggja inn fé.
Og símanúmerið síðan 750 50 50. Já. Það verið að svara þar. Og 907 50 50. Og við erum afskaplega þakklátt fyrir öll framlög. Já. En hérna Krabbameinsfélagið er 50 ára á þessu ári. Hvað er þessi söfnun sérstaklega tilefni af því eða stendur eitthvað annað til? Hefur ekki mikið breyst á þessum 50 árum? Jú, fjarskalega mikið. Þetta fyrst og fremst í tilefni af afmælinu og líka vegna þess að við höfum í raun ekki verið á stjái í 10 ár. Við höfum þrisvar farið í svona safnanir, stórar safnanir og leitað til þjóðarinnar. En að stórum hluta til þá í raun og veru reiðum við okkur á velvilja þjóðarinnar til þess að byggja þetta fjölþætta starf sem orðin hluti af okkar heilsuvernd í samfélaginu. Og við vonum bara að almenningur taki mjög vel á móti þeim sem til þeirra leita og hringi hér inn í kvöld. Já, og þessum málum loknum þá þakka ég fyrir komuna, Guðrún. Takk. Við ætlum að fá núna þær Borgardætur og þær ætla að flytja lagið Ég man hana mömmu. Textinn eftir Friðrik Erlingsson og með þeim spila Eyþór Gunnarsson og Þórður Högnarsson. Við skulum gefa þeim gott slag. Já, þetta var glæsilegt hjá Borgardætrum að vanda og við fáum að heyra í ýmsum frábærum tónlistarmönnum hér í kvöld. En Gísli, hvað næst? Við ætlum að snúa okkur aðeins meira að alvöru lífsins. Við ætlum í kvöld að kynnast örfáum aðilum sem hafa tekist á við krabbamein.
Við tókum við þau stutt viðtöl og skulum fyrst heyra sögu Jóns Bergs Hilmissonar sem greindist með eitlagkrabbamein þegar honum fannst lífið rétt fyrir að byrja að brosa við sér. Heyrum í Jóni Bergi. Hvaða veikindi voru þetta? Var þið farið að gruna að þetta gæti verið eitthvað annað heldur en bara einhverjar flensur eða eitthvað slíkt? Mér fannst ég sko vera bara í góðum málum þannig en aðstandendur þeir sá að það var eitthvað í gangi sko því að á 4 mánuðum þá léttist þarna rúm 20 kíló. Og mér fannst það bara mjög gott, ég mátti alveg missa þessi 20 kíló. En svo var það bróðir minn sem að fær mig með sér í hjartavernd. Bara svona í svona smá tékki sem að fer með bílinn sinn. Og þar kemur ljós að það eitthvað meira áttur í gangi. Og þeir senda mig strax upp á Landspítala og þar ég rannsakaður og þetta kemur ljós. Ég segði mér aðeins frá aðstæðunum á þessum tíma þegar þú greinist. Við vorum nýbúin að kaupa okkur hús og sökka okkur í skuldir og við mánagamla dóttur og allt svona var bjart framundan. Svo kemur þetta upp og þá náttúrulega breyttist allt sko. Það umturnaðist lífið hjá manni. Hvernig var meðferðin sjálf? Hvernig hófst meðferðin leið og þú hafði verið greindur og hvernig fór hún fram? Já, ég beið bara ólmur eftir því að fá allar niðurstöður úr öllum þessum rannsóknum sem maður fór í og leið og þær voru komnar þá bara að byrja strax og það var lyfjameðferð. Já, þetta eru svolítið 8 mánuðir sem ég í þessari lyfjameðferð og svo eru teikna myndir og allt skoðað og ekkert finnst. En svo fæ ég bakverki og þá kemur ljós að miltað séð ónýtt og ég opnaður eins og í skorun upp og þetta skoðað og athugaði leiðinni hvort það sé krabbamein og það fannst krabbamein og þá kom sko sjokk. Ég var búinn að halda upp á það að ég var orðinn frískur. Svo kemur sjokk rétt fyrir jólin 95 að ég segði það með krabbamein og ég sett upp á spítala yfir jólin sem var líka sjokk að ég fengi ekki vera hjá dóttur minni sko sem var fyrstu jólin hennar og þá fer ég aðra lyfjameðferð hérna heima og svo fer ég í stofnfrumuskipti og til Svíþjóðar og svo þegar ég kem heim frá Svíþjóð ánæmiskerði allt búið og maður bara alveg móttækilegur öllum flensum og öllu og ég fæ lúnabólgu sem að AIDS-sjúklingar fá töluvert og svona venjulegt fólk fær hann ekki en það sem að móstuöflu var ekki neitt og þá fæ ég þessa lúnabólgu og leiði til þess að ég hef svæður upp á gjörgæslu látin sofa þar í einhverja 14 daga og útlitið var ekki gott það var búið að gera fjölskyldunum minni grein fyrir því að það var ekkert víst að ég myndi vakna aftur og ef ég myndi vakna þá geti ég sko verið orðin heilaskaði og allt hvað og svo sem betur verið þá vaknaði ég og hress eða þannig svo náttúrulega tók bara tíma að ná sér upp líkamlega allir vöðvar rýrnaðir og orðnir að engu. Þegar síðan þú ert búinn í þessari síðustu meðferð ert að koma út í lífið aftur, hvernig móttökur fékkstu og hvernig var það skrítið? Var það skrítið að koma aftur á meðal fólks? Já, þetta var mjög skrítið. Þetta svona eins og þegar maður kemur úr svona vendu umhverfi eins og spítálunum og kemur svo út í lífið sjálft þá þetta svona eins og að stökka fram af svölum bara. Maður passar ekki alveg hérna inn í fyrstu mánuðina sko. Og svo náttúrulega bara aðlagast maður þessu öllu aftur og fjölskyldan aðlagast mér þannig að þetta gekk svona bara þokkalega. Já, og við vorum að heyra það á þessum örfáum mínútum sem við höfum verið í loftinu
hafa nú þegar bæst við töluverðir peningar. Áður en við byrjuðum var söfnunin komin í 4.980.000 og núna upphæðin orðin 7.320.000. Glæsilegt það. Já, ef við ekki klappa fyrir því bara. Já. En næsti gestur okkar Ragnar Davíðsson, en hann verkefnastjóri Landsöfnunar Krabbameinsfélags Íslands og formaður félagsins Ný rödd. En það eru samtök krabbameinssjúklinga sem misst hafa barkakýlið og hafa þurft að læra að tala upp á nýtt. Við skulum bjóða Ragnar velkominn. Blessaður og sæll Ragnar og velkominn. Já, sæl verið þín. Takk fyrir. Það hérna, ef við byrjum að spyrja þig bara það kom okkur aðeins óvart þegar við vorum að byrja að hittast hérna á undirbúningsfundum og við Steinunn sáum þig og vissum ekki betur en síðast ef við hefum séð þig þá væri þú út í Borgarleikhúsi að syngja í óperu og svo ertu verkefnastjóri í þessu mikla verkefni. Hvað gerðist í millitíðinni? Æ, það var nú svona freka pínlegt. Svo sé nú ekki væga til orða tekið. Ég bara missti röddina. Ég fekk krabbamein. Þetta tók svolítið tíma. Ég vissi ekkert hvað var að. Bara langt árabil svona hysterískur söngvari sem gat ekki sungið. En svo kom það í ljós að þetta var mikið alvarlega en það. Og þá var ég greindur með krabbamein í hálsinum. Og það endaði með því að þetta fjarlæga barkakýlið. Svo ég tala með þessari rödd í dag. Þetta ljómandi fín rödd, Ragnar. Æ, þakka þér fyrir. En ég hef grunum það að þessar upphæðir eftir að hækka dramatískt í kvöld. Ég alveg sannfærður að það tekur svolítið tíma að telja upp á baukunum og ég sá þá brosa svo mikið Lions og Kívanismennina þegar þeir voru að koma með stútfulla bauka í dag inn í söfnunarmiðstöðvarnar að ég illa svikinn ef að ekki eftir að bætast verulega í þetta. Og ekki nóg með þessi að ganga. Þeir eru líka að gefa peninga. Svo ég var að fá frá 6 Lions-klúbum, ég verð bara að nota tækifæri. Já, endilega. Það á svæði 8, umdæmi 109A og þeir gefa 172.000. Bara sjálfir? Já, og ganga. Og að labba á milli húsa? Heyrðu, svo líka... Já, það klappa fyrir þeim hér. Þetta full ástæða til. En það meira, segirðu? Sko, við leituðum til fyrirtækja og vildum að hvort þeir myndu sýna þessum málum stuðning. Og það svolítið spennandi, það ýmislegt skemmtilegt að gerast í því, en sumt að þessu skýrist ekki fyrir eftir helgi. Og ég vil náttúrulega minna á að við erum að safna núna, þetta bara hluti af söfnunni, við erum að safna alla þessa helgi. Já. Þó svo að sumt skýlir sér síðar. Og ég veit að til dæmis að BT-verslanirnar, þær ætla að gefa 3% af allir sínu veltu í dag og nú þegar veit ég búin að styrkja okkur myndarlega með samskoti starfsmanna og því sem að fyrirtækið hefur lagt á móti. Og þetta virðist vera vinda svolítið upp á sig, fyrirtækið að taka sér svolítið til, eða réttar að sagt starfsfólkið, að það að safna saman fé og svo kemur fyrirtækið á móti, ýmist tvöfald og jafnvel þrefald. Ég veit að opin kerfi ætla að þrefalda framlag starfsfólks og ég nú meðskráðið einhverstaðar að tryggingamiðstöðinni að við ætla að tvöfalda og Íslandssími ætlar að gera fyrir okkur eitthvað, ég veit að Íslandsbanki ætlar að gera eitthvað fyrir okkur, þannig að við teljum þetta kannski næstu viku. Og millan 2 krónur á hvert brauð þar sem eftir lifir alla næstu viku. Já, það nefnilega það. Það borða mikið brauð. Eitt af markmiðum þessara söfnunar að styrkja endurhæfingarþáttinn. Þú hefur sjálfur reynslu af því. Mr. Steinunn, ég hef töluverlega reynslu af því. Já. Og ég held að ég sé alveg talandi dæmi það að ég veit alveg hvað það að hafa ekki endurhæfingu. Og þegar ég vissi að þeir ætla að fara út í það að efla stuðning við sjúklinga, þá ég alveg til að vera með. Og hvernig þarf fyrst og fremst að styrkja þennan endurhæfingarþátt? Það þarf bara að skipuleggja þetta. Það ekki til neitt sem heitir skipulögð endurhæfing fyrir krabbameinssjúka. Þannig að menn koma út í lífið eins og var verið að lýsa hérna áðan hjá hann á Jóni Bergi og hafa engin úrræði? Við getum sagt sem svo að þú greinist með krabbamein, ég ætla ekki að fara að alhæfa neitt. Nei. Og ég ætla ekki að fara að ásaka neitt, alls ekki. En það nánast að þú færið greiningu að þú sett með krabbamein og þér sagt komdu eftir viku og hitt okkur aftur. Hvað ætlar að gera í millitíðinni?
Það þarf greinilega styrkja þennan þátt hjá Krabbameinsfélaginu og við vonum að með þessari söfnun í kvöld getum við gert það. En Ragnar, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Við sjáum þú kannski aftur. En nú ætlar tríó Gítar Íslandsjó að flytja fyrir okkur gamalkunnugt lag, Guð gaf mér eyra. Tríóið skipa þeir Gunnar Þórðarsson, Jón Rafnsson og Björn Thoroddsen. Sem að bregða mér aðeins af bæ. Já, verðu margblessaður Gísli minn, Já, verðu blessaður og sæl. Ég ætla að labba hérna yfir á smíðaverkstæði sjónvarpsins sem að er hérna rétt handan hornsins. Hér ljúkast upp dyr. Já, hérna er ég komin inn á smíðaverkstæði sjónvarpsins og hér eru furðulegir hlutir að gerast. Hér er komin saman einhver allra furðulegasta hópur sem ég hef séð í langan tíma. Já, en Ég þekki þó hér meðal marglitra er svona annar misjafn sauður í mörgu fjö, en ekki síður hinum einn meðal einlitra. Hér eru sem sagt samankomnir sýnist mér þingmenn annars vegar og einhver rosalegur hópur undir þinni stjórn Ómar Ragnarsson hins vegar. Það heitir stjörnulið að búa að starfa í bráðum áratug. Nei, aldarfjórðung kallar þetta. Aldarfjórðung. Hermann Gunnarsson, Logi Bergmann Eiðsson, það er Ingólfur Hannesson, Sigmundur Erni Rúnarsson, Bogi Ágússon, Magnús Ólafsson, Finnur Vilhjálmsson, Geir Magnússon og Hörður Magnússon. Og síðan höfum við barðasöng sem ég ætla þá hér með að starta á og allir tilbúnir. Hörkustuð í hásæti höfum gaman af þessu hér. Stjörnuliði styður gott mál, stjörnulið að lífi og sál. Hei! Eitt fyrir all og allir fyrir einn, einskar gleði gauðaður hreinn. Stjörnuliði styður gott mál, stjörnulið að lífi og sál. Hei! Stjörnulið
liða lífi og sál. Hei! Já, þetta en... Tala sko að það er að samla peningum, þá sér þessum slaufu hérna, ég stalst út af árshátíð IKEA og þeir ætla að núna á þessari stundu 100.000 krónur frá IKEA. Takk fyrir það, þetta er glæsilegt. En þú ert fyrirliði þessa stjörnuliðs, þú ert hinn fyrirliðisningri með það tvo. Já, og forseti félagsins, þú mátt ekki gleyma því. Hvaða félag er þetta nákvæmlega? Íþróttafélag Alþingis. Sjálfskipað forseti. IA þá? Já, IA, skammstafað IA. Þetta er sem sagt hluti af hinnu fræga liði. Og hér er Hjálmar, Kristján, Tómas, Vilhjálmur, Ingi Björn og Ragnar. Allt landsþekktir garpar. Já, nánast landsliðsmaður í hverri stöðu. Já. En það er rétt að útskýra aðeins hvað hér er að fara fram. Það er sem sagt, þessir menn eru tilbúinir til þess að eta hér kappi á knattspyrnuvellinum sem er hérna fyrir aftan þá. Og þeir ætla að fara af stað að sparka bolta ef það safnast nægur peningur á allra næstu mínútum. Þannig að nú er það ykkar, góður áhörfundur heima í stofu, að hringja inn og ef það safnast 500.000 króna, 500.000 á næstu mínútum, þá mun Steinunn Ólína koma hér inn og varpa upp boltanum og flauta til leiks í þessum knattspyrnuleik og þá er það þannig að bankarnir okkar stóru, Landsbankinn og Búnaðarbankinn, sem ætla nú að fara að sameinast, að þeir sameinast þetta allavegana og þeir ætla að gefa 10.000 krónur á hvert mark sem skorað er og ég held að sé þannig að Landsbankinn gefur 10.000 krónur fyrir hvert mark sem að þetta lið hér skorar og Búnaðarbankinn fyrir hvert mark sem þetta lið hér skorar. Þannig að það er til mikils að vinna og það er mjög mikilvægt að þessi knattspyrnuleikur komist í gang. Þannig að nú þurfum allir að rífa upp símana og gefa peninga og þessir IKEA peningar teljast örugglega með í þetta. Að hefja þetta með hefðbundnum hætti. Var þetta skallatennis? Þetta er það sem að þingmenn kunna best, það er að þverskallast. En nú er bara að bíða og sjá hvort að það safnast 500.000 krónur og þá mun Steinunn Ólína koma hingað inn og flauta til leiks. Þannig að nú er boltinn, sem er hvergi hér sjáanlegur, hann er heima hjá ykkur áhörfundur góðir en ég gef hins vegar þennan bolta sem alltaf verið að tala hér í sjónvarpinu, ég gef hann yfir til Steinunnar Ólínu. Já, hvílíkir leggir, hvílík lið. Ég hvet fólk eindregið til að koma þessum leik í gagnið hið fyrsta með því að hringja inn, en yfir í alvöru lífsins. Hún greindist með beinkrabba rétt 11 ára gömul og eyddi unglingsárunum á talsvert annan hátt en flestir jafnaldrar hennar. Hún er í dag 31 árs, menntuð íþróttakennari og 2 barna móðir. Heyrum aðeins brot af hennar sögu. Ég var 11 ára fyrst þegar þetta kemur upp og lengi vel var haldið bara að ég væri handleggsbrotin eða með brákabein. Þangað til ég fór í fleiri rannsóknir Og hvernig líst þetta voru það þá verkir? Já, óbúslega kvalir sko. Mér var smelt bara í gifs svona fljótt en þeir voru náttúrulega búið að hausa á því hvað ég kvaldist og þá var ákveðið að semst rannsaka þetta frekar og þeir semst fór í aðgerð og það tekið sýni og þá kemur í ljós að það er svona frumbreyting og ég heyrði aldrei minnst á orði krabbamein, þá var það eitthvað svona ég held nú að foreldrar mínu hafi líka aldrei komið í veg fyrir það að það var ekki talað um það þannig sko það var bara talað um frumbreyting og æxli og eitthvað þess aftar sko og ég bara gerði það sem þeir sögðu mér meira fylgdi þessu eftir og fer þarna í mjög sterka lyfjameðferð og geislameðferð í kjölfarið af því og missti hárið og svona þessu sem fylgir þessu. Hvernig var það? Þú verður smá stelpa og missa hárið? Já, í sjálfu sér var það ekki mikið mál. Ég var mikið bara þá með derú og eitthvað og lenti aldrei, held ég að staði líka bara voða vel að víu hvað var þar félagslegu líðina sko. Ég lenti aldrei, ég man aldrei til þess að hafa verið stríkt eða nokkuð þess aftar sko. Ég var bara einhvern veginn ekki þeim hópi, ég var svona meiri fósbrakki heldur en hitt sko. Og ég var mikið í íþróttum og stundaði skólan að kappi. Hvert var svo framhaldið af þessari meðferð? Nú, meðferðin í lauk og ég náði á náttúrulega engin endurhæfingu eða neitt svoleið sem var boðið upp á það og ég bara náði upp fyrir styrk og meðan ég fór að æfa handbolta sem er náttúrulega sjálfur sér svolítið sérkennilegt því ég gæti ekki einu alveg réttur á handleggnum með það en ég náði upp svona held ég að nokkru leyti mjög góðum styrk í handleggnum en það var alltaf eitthvað sem pirraði mig sko það var aldrei eins og það átt að vera þannig kannski Þannig að þú hefur aldrei fengið svör að þessu væri lokið?
Nei, svo kemur upp meinvarp í fótleggnum, lærinu og ég átta mig fljótt á því að þetta eitthvað samskonar að ég finn alveg að þetta svipaði verkir og það var farið strax í það að rannsaka það og það kom í ljós að þar var líka frumbreyting en hún var náttúrulega bara stýttur að vera komin þannig að ég fór aftur í gegnum lyfja- og geislameðferð 15 ára sko. Svo rétt árið var 17 þá fer ég að finna svona ofsalega til í handleggnum aftur eða þetta svona smám saman jógst og þetta var orðið það mikla kvalir og pína að ég var farin að lít smíða svona hólk utan handlegginn það mátti enginn koma við mig sko, rekast á mig eða neitt, það var svo rosalega vont. Að þeir ákveða að senda mig til Svíþjóðar í frekari rannsóknir og ég var nú bara búin að vera þar í viku þegar að mér var tilkynnt að það væri semast ítkynja æxli þarna færinni og þyrfti bara að taka handlegginn af og í rauninni sko voru þessar fréttir fyrir mig dálítið mikill léttir, það var búið að vera svo sársaukafullt og hann var alltaf fyrir mér, ég var alltaf að passa upp á handlegginn, ég hélt alveg utan hann sko, ég fallanum, passa engin kæmi við mann og svona, þannig að ég man alltaf eftir því þegar læknir kom inn í minn sem tilkynna mér þetta, því ég var svo vöndi hérna heima að mér var alltaf haldið frá öllum upplýsingum, ég hef aldrei minnst á krabbamein og meira hérna kannski heima því ég var það unga að mamma og pappa var alltaf sagt allt, en ég fekk bara að vita það sem að svona hentaði hverju sinni. Það lítur nú samt að hafa verið áfall að... Já, samt held ég að það hafi létt mér svona þetta ferðalagi gegnum þetta sko, að hafa ekki vita af því að það væri eitthvað alvarlega heldur að, þú veist, ég held að það væri bara svona eitthvað. En hérna... Og fórstu í þennan uppskurð út í Svíþjóð? Já, var ég í lyfjameðferð þar, fór í aðgerðina, það gekk mjög vel. Og svolítið skríti, ég finn ennþá svona draugaverki, ég finn ennþá fyrir puttunum og með klæri olbúan og svona og fyrst og eftir var það rosalega skrítin tilfinning, ég var ennþá alltaf að passa handleggi sem var náttúrulega ekki til staðar og hérna Hvernig var svona sjálfsmyndin eftir þessa aðgerð? Hún var nefnilega bara alveg óvinnu góð, ég hef aldrei kannski pælt í þessum hluta því að ég hef aldrei orðið fyrir eitthvað svona unglingar er náttúrulega alltaf unglingar og sjálfsímyndin að þróast en hérna... Það hefur verið mikill léttir kannski bara að vera laus við alla verki? Já, það var það. Auðvitað var þetta óþægilegt. Vinkonu mín náttúrulega tók mér alveg, skilur, eins og þær eru sko, ein bara flett upp með peysun leið og kom heim til þess að fá sjá sko. Og þetta hefur aldrei verið neitt feimnismál og aldrei neitt sko komið þannig fram við mig. Að þetta sé eitthvað svona óeðlilegt eða svona ég aldrei upplifa neitt svona mikla feimni kringum þetta eða svona fyrirleik. Ertu bjartsýn á framtíðina? Ég er bjartsýn að eðlisfæra, mjög jákvæð yfir höfuð held ég. En það skiptir miklu máli í baráttunni við krabbamein? Já, örugglega bara í lífinu og tilverunni dagsdaglega sko. Ég myndi ekki nenn að standa í sig ykkur sko, auðvitað gæti maður bara gefist upp og loka sig inni og við lifa okkur örkubótum sem ekki neitt þú veist, en jú, ég meina auðvitað hef ég rekið mig á oft á tíðum að ég framkvæm ekki alveg sem hluti og aðrir og ég beit allt öðru sig en ég er þannig, ég líti á lífið þannig að maður getur allt sem maður alls sér. Já, þetta eru áhrifamiklar sögur sem við heyrum hana. Já, Gísli, það er óhætt að segja það. Já, en við vorum að fá þær fréttir hérna líka að það er gríðarlegt álag á símalínunum sem eru nú bæði góðar fréttir og slæmar vegna þess að það er góðar fréttir að því til að fólk er að taka vel við sér. En það er rétt að geta þess að það er hægt að fara inn á netið á www.krabbamein2001.is www.krabbamein2001.is og þar er hægt að gefa og svo líka hægt að hringja í símanúmerið 907 50 50 907 50 50 og þá dregst sjálfkrafa frá 1000 krónur af símareikningnum þannig að ef menn eru hvort þið er að fara að gefa einhverja slíka upphæð þá er að gera að létta álaginu á hinu númerinu og hringja í númerið 907 50 50. En við ætlum að fá annað tónlistaratriði þessar mundir standi yfir æfingar og söngleiknum Singing in the Rain eða Sungið í rigningunni í Þjóðleikhúsinu
og hingað eru komnir leikararnir og söngvararnir Rúnar Freyr og Selma Björnsdóttir sem ætla að syngja fyrir okkur lagið Heilla stjarnan mín í þýðingu Karls Ágúst Úlfssonar úr þessum söngleik, en Karl Ágúst þýðir með söngleikin sem verður frumsýndur í apríl, og það er rétt að geta þess að þessi söngleikur er bara rétt á byrjunarstigi í æfingum og þau syngja því þetta lag bara svona sætt og pent. Þetta er svona forsmekkurinn af því sem koma skal. Það er ekkert stepp og engar stórkostlegar flugvöllasýningar eða rigning eins og verður þarna á sviðinu þegar það kemur. En á píanó leikur Jóhann G. Jóhannsson, við skulum klappa fyrir þeim. Lífið var lag, loksins einn dag, við lentum tvö á sama stað. Kveða þín til, kvæði ég vil, kann þó varla að orða það. Þú varst ætluð mér og ég var sendur þér. Þegar þú varst hönnuðist jafnt sem hinst, var þér gefið allt það besta sem finnst. Þú ert sem ljúft og fallegt lag sem lífgar gráan dag. Þeim engladór ég aðeins þessu svara, þú varst bara ætluð mér. Þú heilla stjarnan mín, stjarnan sem skærast skín. Sá ég birtu augnanna blika, kvika, var ég heilluð. Þig kýs ég heillagrið, heillast af þínum svið. Hátt opnast himnaríki, hver er þar í engils líki? Þú heilla stjarnan mín. Já, þetta var frábært hjá þeim og það er ástæða að geta þess að allir þeir listamenn sem koma fram hér í kvöld, næstum 100 manns, gefa alla sína vinnu í þessa söfnun. Já, ég held að sé ástæða til að klappa sérstaklega fyrir listamennum. Það þarf að vera aumir í lófunum eftir að þetta klappa hjá okkur. Já. En landsmenn hafa verið ótrúlega duglegir við að safna peningum í allan dag og það er ekki á neinn halla þó svo við minnumst sérstaklega á nokkra eyjaskeggja í kringum landið. Já, fólkið í Grímsey, Hrísey og í Vestmannaeyjum hefur heldur betur látið hendur standa fram úr ermum og við fréttum að því að í Grímsey, þar sem eru víst rétt 30 hús, hafi talsvert yfir 30 manns gengið hús úr húsi í þágu söfnunarinnar. Þetta verður mjög skemmtilega svona menn verið að mætast í það. Já, þetta hefur verið svolítið hægilegt. Og nú þegar hafa safnast umtalsverðar fjárhæðir þar og reyndar víðar og Vestmannaeyingar í vitlausu veðri tóku vel á í söfnunni og þar kom mikið í baukinn og svo mætti lengi telja. Og við óskum þeim öllum til hamingju með þennan árangur. Já, og það er ekki eins og menn þurfa að hætta að leggja sitt af mörkum núna vegna þess að nú vantar aðeins pínulítið upp á til þess að fótboltahetjurnar geti farið að sparka bolta og skora mörk fyrir sitt lið og Krabbameinsfélagið. Þannig að drífið ykkur nú að símanum og hringið og látið þess að kalla sprikla svolítið. En Steinunn, hvað er næst?
Ég get nú ekki beðið eftir að sjá það byrja að spila, ég hef svo ægilega gaman að fótbolta. En þrátt fyrir ungan aldur hefur hún í tvígang greinst með krabbamein. Fyrst brjóstakrabbamein og tæpum 6 árum síðar hafði það dreift sér yfir í lifrina. Hún er mikil baráttukona og er meðal annars kynningarfulltrúi í Krafti, stuðningsfélagi ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein og er einnig í félagsskap sem kallar sig Júllurnar. En það er hópur kvenna sem allar hafa greinst með krabbamein í brjósti. Við skulum heyra hennar sögu. Ég byrja að finna fyrir þessi júli 92. Já, og sem sagt greinist í febrúar 93. Og þá er ég búin að berjast í 7 mánuði með æxli sem að bara náði frá gerfust upp í handakrika og stækkaði mjög hratt. Og hver var tilfinningin að fá þetta staðfest? Fannst þér þú... Það var bara léttir. Það var léttir. Ég meina, skilurðu, þetta var bara orðið þannig að ég vissi að það var eitthvað að. Þannig að bara fá það staðfest að ég var ekki klikkuð, ekki alveg klikkuð, að það var bara ákveðin léttir, og svo, já, ég bara einhvern veginn tók þessu bara held ég alveg ótrúlega vel. Fórst í aðgerðina skömmu þarna eftir það? Ég fór í fleikskurð, málega það ég fer, loksins þegar ég sendi myndatöku, þá bara kemur til ljós daginn eftir, það bara hringt í mig og sagt að ég þurfi bara að fara í aðgerð, þurfi að fara í fleikskurð til að taka sýni og ég geri það og svo... Hvað er fleikskurð? Þá er bara tekin smá partur úr brjóstunum, bara úr æxlinu, Og upp í hólöndinu eða hvað? Nei, ég held að það hefur nú bara verið úr brjóstunum, því þetta var það stórt æxli, Og það er sendt í ræktun og það var erfiðasti dagurinn þegar maður var að bíða eftir niðurstöðinni. Svo fór ég bara aðgerðin á mánudaginn og svo var þetta bara búið. Ég fór ekkert í neina eftir með þá, Þetta var ekkert í neinum eitlum og þetta var alveg staðbundið, Þannig að þá fannst þér þú vera laus allra mála? Já, þó ég var nú búin að hóta læknunum minni því ég ætlaði bara að flytja heim til hans til þess að vera alveg örugg, vera bara hjá honum með skoðunum hverju degi, sem að ég reyndar var svolítið framan af, kannski fyrsta árið var maður að fara einu sinni í mánuði eða 2 mánaða fresti og svo bara gerist þetta sjálfkrafa að það fer að líða lengri tími á milli þess að maður lætur skoða sig og það var alltaf verið að sannfæra mig það. Þetta væri bara þannig tegund af krabbameini sem að myndi aldrei dreifa sér og hlíti ákveðnum reglum. Þú fer ekki neitt annað frumur svona. En síðan kemur það nú á daginn. Síðan kemur það nú annað á daginn. Þá var ég meira sér komin yfir þessi 5 ára mörk, sem er svona alltaf miðað við. Þannig að það var bara hræðilegt. Það er, 7 árum seinna, ekki rétt? 6,5, já. Ég greinist sem sagt með meinvörp frá brjóstakrabbamein, þannig ég er raunin með brjóstakrabbamein í lifur. Ég er ekki með lifrarkrabbamein. Allt er nú til. Allt er nú til, Þú getur fengið magakrabbamein í lungun eða það fer bara eftir hvað rótin er, Og í rauninni var þetta sem sagt sú tegund sem hafði bara mitt upprunalega krabbamein hafði dreift sér í lifrina, þannig að og það var bara hræðilegt. Það var það var bara hræðileg lífsreynsla. Já, síðan tekur við hjá þér lyfjameðferð. Ég fer í lyfjameðferð heima í 2 mánuði og því fylgdi hármissir og... Hvernig var það að missa hárið? Það var rosalega erfitt. Og búið að krukka í brjóstið á þér og... Já, það var náttúrulega tekið, Já, það var alveg tekið, og mér fannst erfiðara að missa hárið. Heldur en brjóstið. Ég fór síðan út til Þýskalands til mannsins míns, hann bjó þar á þessum tíma og ég ákvað fara út og fara í meðferð og fer þar í meðferð sem að var mjög nýja nálinni og reyndar hafði mér læknir Sigurður Björnsson ætlað að reyna hana næst af því eins og segi svaraði hinn ekki nógu vel og þá bara byrjaði ballið, þá bara fór allt sem við köllum æxlisvísarnir að lækka og sem átt að gerast og ég bara náði heilsu og þetta bara tók rosalega skjótan tíma og engar aukaverkanir af fyrri meðferð Hvaða áhrif heldur að þetta hafi haft á fjölskyldulífið? Nú eigið þið lítinn dreng? Já, hann
eins og segja, hann náttúrulega gleymdist þarna í byrjun sem var náttúrulega skelfilegt, en það heldur hluti sem gerist bara mjög oft. Og hann náttúrulega langaði rosalega að vita hvort ég myndi deyja, en kunni ekki einhvern veginn alveg við að spyrja. Varstu hrædd það sjálf? Nei, það hefur aldrei fallið að mér. Það er bara... Hvernig með samband ykkar hjóna, hvernig? Ég á bara einstaka mann, ótrúlega heppinn að því leiti að hann hefur tekið þessu ofboðslega vel og ég meina brjóstamissirinn og hármissirinn og að það hefur aldrei breytt neinu. Hann hefur bara leyft mér að fara í gegnum þessa hluti eins og ég vil og stutt mig öllu því sem ég vil gera í því. Ertu bjartsýn? Já, örugglega óhóflega. Ég er rosalega bjartsýn og ekki, ég meina þetta er, eins og ég sagði, þetta er búið. Ég þarf bara aðeins að taka þetta síðasta skref bara til þess að afgreiða þetta og hætta í þessari lyfjameðferð sem við erum að svona ganga það skref núna, sko, þau skref að fara að hætta henni. Þetta er svona eins og að vera með hækjur. Þú veist, nú er lyfjabrunnurinn farinn og svo hættir maður í meðferðinni og svo bara hættir maður þessu og fer bara að snúa sér að eitthvað öðru. Þú verður væntanlega undir eftirliti áfram einhver ár? Já, nú flýt ég bara heim til Sigurða næst, það er bara og já, en annars nú eru náttúrulega 2 ár liðin og ég er í reglubundna eftirliti af því ég er ennþá í meðferð en sem eru samt í töfluformi, þannig ég sé alveg þá meðferð sjálf, sko, bara tek minna töflur en ég hef alltaf farið mánaðarlega í blóðpröfur og minn sjúkdómur hefur verið þannig að hann mælist rosalega vel í blóði. Allar breytingar sjást í blóðinu, þannig að það er hægt að fylgjast mjög vel með honum. En þetta er bara búið. Já, það er rétt að taka það fram að hún er að sjálfsögðu Arnarsdóttir en ekki Arnardóttir eins og þarna stóð ranglega, en það er mér hins vegar sönn ánægja að tilkynna að það eru 500.000 krónur sem að þurfti að safna til þess að fótboltamennirnir okkar knáu gætu farið að sparka í knött. Þær eru komnar í hús og reyndar vel það. Landsmenn tóku geysilega vel við sér þegar til boða stóð að sjá þá sprikla hérna á stöttbuxunum og við skulum gefa boltan yfir til Steinar Ólínu sem er hjá þeim inn á smíðavestæði. Já, það er mikið testósterón hérna í loftinu og þeir get ekki byrjað eftir að byrja að spila og kannski Steingrímur, er spennu loft? Já, mjög svo. Nú verða þeir teknir og bakkaðir, sko. Já. En ég ætla aðeins að segja frá því að nú þegar hafa safnast 9.980.000 og ég hvet landsmenn til að halda áfram að gefa í söfnuna. En ég ætla að flauta til leiks. Eru þið bara með 1 bolta í þessum leik? Hver er með fallegustu leikir? Logi og Bogi hafa náttúrulega vinninginn. Þeir hafa og líka skemmtilegast að fóta burðinn. Ég sýnist það, en ég ætla sem sé að flauta til leiks. Af hverju eru þið með 3 bolta? Heyrðu, en ég ætla semst að gera það hér með og ég ætla að gera það svona. Og yfir til þín, Gísli. Gangi ykkur vel, strákar. Já, var þessi bolt ekki bara inni? Ég held að þetta séu 10.000 krónar farnar að tikka í pottinn. Það er greinilegt að fjölmiðlamennirnir tefla fram sínu sterkasta liði strax í byrjun. Hemmi og Logi. En jæja, það er annar íþróttamaður kominn hingað til mín. Hann er að teygja þarna í sófanum. Við fáum reyndar að fylgjast með þessum fótboltaleik áfram, en þessi íþróttamaður hins vegar er íþróttaálfur eiginlega frekar heldur en maður. Já. Heyrðu, hann ætlar að standa, ég stend þá bara líka. Já, blessaður. Ég ákvað að koma hingað. Ég átti bara leið framhjá. Ekki vilja minna á það
ef við leggjum þessu málefni lið og stöndum saman, þá náum við árangri. Já, og þú hefur nú verið mikill talsmaður þess að menn svona stundi heilbrigt líferni og gerir æfingar á hverju morgni og svona. Hvað gerir þú til dæmis á morgnana til þess að halda þér í formi? Sko, ég reyna að vakna mjög snemma, skist upp úr rúminu bara, stekk niður og gerir svo bara nokkur hundru arbeiði svona á morgnana. Já, bara nokkur hundruð? Já, bara svona létt? Já. Já. Og það bara svona venjulegar arbeiður? Maður hefur nú séð þig svona taka þér aðeins flóknari kannski? Já, sko, ég var að velta fyrir mér. Ég veit að þú ert mjög duglegur að hreyfa þig. Já, ég er. Gæti þú ekki gert fyrir mig eina venjulega arbeiði? Bara svona fyrir málstæðin, eða ekki? Fyrir málstæðin, jú. Ég get gert það fyrir málstæðin. Má sjá? Ég get gert margt fyrir málstæðin. Og svo... Og hérna... Já, hann gat þetta frá okkur. Ef við láta hann klappa. Já, við getum hvetjað það aðeins áfram. Eitt klapp, já. Heyrðu, lítið klapp sem það þegar ég... Já, upp og klapp. Já. Ertu tilbúinn? Já. Og svo klapp. Já! Svo gerur við bara svona 4000 arbeiður, byrjar á því bara. Já, bara 4000 klöpp. Já, bara létt. En við gætum kannski gert svona, sjáðu. Bara mjög létt svona. Já, eða ættu við kannski að klappa fyrir aftan bak. Ef að prófa það. Já, ég held að þú verið þá að vera í því. Ég ætla ekki að taka það. Ég verð alveg örmagna að horfa á þig. En maður að passa að það lendi ekki á nefinu. Erum við tilbúin? Já. Og svo, þú má segja 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. Já. Þetta er alvöru. Eigum við að prófa erfiðustu arbeiði í heimi? Prófum hana. Já. Prófum erfiðustu arbeiði í heimi. Eigum við að Gísla að gera? Nei, það líst mér illa á. Mér líst rosalega illa á það. Já. Við prófum smá. Gísli, aðeins niður þetta bara, við skulum bara sýnast innu. Sjáðu, upp með fótinn. Upp með fótinn svona. Upp með fótinn, já. Og upp með hendina líka. Nei, þetta er ekki hægt. Svona. Er þetta ekki flott? Steina haltu, já. Já, flott. Á ég svo að prófa? Á ég að gera, hvað ég gera marga svona morgunna? Þetta er fínt að byrja bara svona rólegheitunum, fara svo rólega niður og upp aftur svona bara. Þetta er ekki hægt. 2000 eitthvað svona. En nú ætla ég að drífa mig, mun eftir því að standa saman, þá náðu þið árangri. Já. Ég ætla að þjóta í fótboltan. Fyrst, hérna, því að þú ætlar að vera í fótboltan. Já. Hvað viltu segja við krakkana sem eru heima í stofu og svona eru að velta fyrir sig hvað þau eiga að borða og hvað þau eiga að gera? Öll íslensk börn, þeir vita nákvæmlega hvað á að borða. Grænmeti, fisk, lýsi, salat. Og þá gengur það vel. Íslensk börn eru mjög duglega að hreyfa sig. Já. Ég er búinn að fara út allt og íslenski krakkar eru alltaf á flegiferð og líka duglega að sofna. Og ekkert sælgæti? Lítið. Mjög lítið. Nú ætla ég að fara í fótboltan, er það ekki lagi? Jú. Gerðu það? Má spila fótbolta á höndum. Sjáu þið svona. Er það í lagi? Já, ég hugsa að þið setjið ekkert fyrir sig. Já, ég hugsa það bara. Það var með hann rokinn. Já. Er allt í lagi með þig, Gísli minn? Þetta er svona, ég er að standa upp á flensu, sko, annars hefði ég náttúrulega gert þetta miljónsinnum. Já, ég veit. Illa farið með góðan mann. Já, rosalega. En við ætlum að fá söngadrið núna? Já. Heyrðu, hann er komin í fótboltan, sérðu? Já, hann er hann. Þú verður að lýsa þessum leik í rétt að byrja fótboltan. Nú eru 3 móti 2, ég veit ekki alveg hvernig mér líkar það. Er þetta Ingi Björn hann það? Sem er 15? Já, en af hverju eru þið ekki bara með fleiri bolta? Allir með 1 bolta, mér finnst það mikið sniður. Já, allir finnst það sniður og ég er ekki alveg sem ég finnst það mikið sniður. Sjáðu! Já, íþróttaálfurinn með glæsilega tilþrif. Sko? Og skóla! Og það er 10.000 krónur þar. Við fylgjumst með stöðinni eftir því sem að líður á. Þetta er alveg æsispennandi leikur greinilega. Já. En við ætlum að fá unga söngkonu til þess að syngja fyrir okkur. Já, hún heitir Alexandra Jóhannesdóttir og hún er 12 ára söngkona og hún ætlar að syngja fyrir okkur lagið Spegilmynd úr teiknimyndinni Múlan úr smiðju Walt Disney. Eða verður þú
En næsti gestur okkar í sófan Sigurður Björnsson yfirlæknir og formaður Krabbameinsfélagsins. Blessaður sæll. Velkomin Sigurður. Takk fyrir. Við erum búin að vera að tala það hér í allt kvöld og undanfarna daga. Einn af hverjum þremur eins og sést á merkinu sem þú berði í barminum. Segðu þú nú okkur aðeins sem krabbameinslæknir. Einn af hverjum þremur, hefur þetta alltaf verið einn af hverjum þremur eða nýgengi krabbameins að aukast eða af hverju heyrum maður núna skyndilega einn af hverjum þremur? Í fyrsta lagi þá höfum við mjög góðar skýrslur á Íslandi sem að geta hjálpað okkur að reikna út svona líkur. Annað það að íslenska þjóðin að eldast. Þetta hefur ekki alltaf verið svona vegna þess að þegar við urðum bara 50 eða 60 ára gömul, dóum úr smitsjúkdómum og ýmsum öðrum sjúkdómum, þá náttúrulega náðum við ekki þeim aldri sem krabbamein eru algeng. Og þó við höfum heyrt þessar sögur unga fólksins hér í dag sem að kemst nánast við, þá eru þau talandi dæmi þessi miklu framfæri sem hafa orðið. Og þess vegna það sem að Krabbameinsfélagið staðráðið í að fara út í að bæta aðstöðuna fyrir þessi endurhæfingu sem svo sárlega vantar eins og það hefur heyrt. Ég langar kannski aðeins að bæta því við að ég mjög auðmjúkur og þakklátur fyrir margt. Til dæmis það hvað íslenska þjóðin tekur okkur vel og hvað allir hér eru viljugir að hjálpa okkur. Ég líka auðmjúkur og þakklátur fyrir það að hafa fengið að fást við það sem ég að gera. Vegna þess að þegar ég byrjaði fyrir 30 árum í þessu, þá voru horfurnar og líkurnar á lækningu svo gerólíkar því sem þeir eru núna. Við erum að heyra þessar reynslusögur þessa erfiðu meðferð sem því miður ennþá mjög þung en það var ekki einu sinni til svona erfið meðferð þá til þess að gangi gegnum að ná sér upp úr því. Við heyrðum að ungi maðurinn lá í hálfan mánuð á öndunarvél því hann var með lúnabólgu sem menn lifðu alls ekkit af á þeim tíma. Þannig að við erum hér með talandi dæmi í íslensku þjóðfélagi meiri háttar kraftaverk. Og Krabbameinsfélag Íslands væri ekkert til ef það væri ekki fyrir stuðning þjóðarinnar og mér finnst stundum ég sé og við sem erum í Krabbameinsfélaginu í dag eins og þeir sem eru að hlaupa með ólympíueldinn. Það voru hér eldhugar sem kveiktu á þessum kyndli fyrir 50 árum og síðan er hann færður áfram til næstu kynslóða og það okkar hlutskipti að halda þessum loga á lofti og láta hann ekki slökkna vegna þess að það endalaus verkefni og markmiðin ennþá háleit. Við eigum langt í landi ennþá, við þurfum að laga þessa meðferð. Meðferðin svo ósérhæfð, hún er svo breiðvirk að hún fer svo illa með mann og ég alveg sannfærður það að næstu 30 árum, eins og ég miði nú aftur við svona 30 ára skeið, þá verða mjög miklar breytingar í þessum efnum. Nýjar læknisaðferðir og... Já, þær eru þegar á sjóndeildarhringnum margar. Við heyrum daglegum allavega byltingar, við lesum það í blöðum og í fjölmiðlum en það er nokkuð í land að það er komist kannski í almenna notkun. En við lifum í vonni og þessi grein kannski enn meira heldur en annað. Það sem að Krabbameinsfélagið þurfti að fást við fyrstu árin var þetta tabú. Það mátti ekki tala um hennar sjúkdóm, það þurfti að skilgreina óvinnin. Þess vegna fórum hennar að safna upplýsingum, halda krabbameinsskrá, efla forvarnir og svona læra á andstæðinginn til þess að geta barist við einhvern andstæðing þá þarf þetta að reikna hann svolítið út, vita hvað hann ætlar að koma að þér næst og hvað hann fjölmennur og hvernig hann fer með þig. Þannig að þetta einmitt þessi strategi þessi bardaga aðferð sem við þurfum að tileinka okkur og breytileg, síbreytileg á hverjum tíma. Langar aðeins að því að Lions og Kiwanis hafa verið okkar aðal meðhjálparar í dag og ég kann mjög mikla þakkir fyrir utan öll önnur góð fyrirtæki sem við komum að á eftir að við erum hér með 2 gjafir sem ég vil gjarna lesa upp að Lions klúbburinn Eik í Garðabæ færi félaginu 50.000 krónur að gjöf í tilefni af söfnunarátakinu til minningar 3 stofnfélaga Eikar. Það er Ásdísi Þórðardóttir, Erlu Jónsdóttir og Kristjánu Kristinsdóttir. Og Lions klúbburinn Ægir hefur líka fært Krabbameinsfélaginu 50.000 krónur að gjöf til minningar Elli Vilhjálms og Svavar Gest sem var einn af forystumönnum Lions á Íslandi á sínum tíma. Þannig að gjafirnar koma víða að og ekki síst kannski bara frá almenningi sem að horfa á þessu útsendingu hér. Já, og frá þessu fólki sem búið að vera að ganga í hús í dag það tekur sér líka saman úr sínum eigin ranni og kemur með þessu stóru gjafir til okkur og við getum ekkert annað verið þakklátt og auðmjúk. Án þess að stuðning þjóðarinnar væri ekkert Krabbameinsfélag. Og ég lít á það sem svolítið svona reynslu
atriði. Vill þjóðin hafa svona félag og þess vegna er ég svo spenntur að sjá hvað gerist og degi eins og í dag er þjóðin tilbúin að halda áfram að styðja vel við bakið. Já, og það virðist ekki vera annað en að svo sé. En þakka þér kærlega fyrir komuna. Þakka ykkur. Sittu bara hérna aðeins áfram með að við kynnum næsta tónlistaratriði. Já, því að við ætlum að fá til okkar félaga úr Íslensku óperunni. Þeir Kolbeinn Ketilsson og Bergþór Pálsson eru hingað komnir og þeir ætla að flytja fyrir okkur dúett úr óperunni La Bohème sem óperan sýnir þessar mundir og undirleikar er Ívona Jagla. En við skulum líta yfir í Markhúsið þar sem móttakar símtalana fer fram. Já. Skilst að það gangi allt vel þar. Þarna er fólk að svara í síma, önnum kafið og það hefur eitthvað töluvert bæst við í safninu. Já, segðu mér þetta, þú ert með töluna að það fer fram að þig. Já, þetta er núna upphæðinu komin í 12.420.000. Það er glæsilegt, við skulum klappa fyrir því. Ætli þetta sé fótboltanum að þakka, Gísli? Þetta er alveg örugglega fótboltanum að þakka og þeir spila þar enda miklum móð og þar bætast líka við 10.000 kallandir við hvert mark. Þannig að það er hérna ekki von á öðru en að þetta hækki bara á næstu mínútum. En menn eru ennþá sværi síman þannig að að gera að hringja og það eru þessi 2 símanúmer sem hafa komið fram og þegar það við séð 750 50 50 og síðan minnum við á hitt númerið 907 50 50 ef þið viljið gefa 1000 krónur þá dragast þær jafn óðum frá 907 50 50 og þá fara 1000 krónur af eða 750 50 50 og þá getið þið ráðið hvað þið gefið.
En við ætlum að heyra núna örstutt viðtal og það við Helga Benediktsson sem hjúkrunarfræðingur og starfar í heimahlýningu krabbameinsfélagsins en það þjónusta fyrir fólk með langt gengið krabbamein sem kýs að vera heima. Við skulum heyra hans hlið á málunum. Heimahlýning er sérhæfð læknis- og hjúkrunarþjónusta sem að í starfa 7 hjúkrunarfræðingar og 3 læknar og megin viðfangsefni okkar að sinna sjúklingum með langgengið krabbamein í heimahúsum, gefa þeim þar með tækifæri til þess að vera heima og eins lengi og þeir óska og geta og við erum svona sérhæft teymi til þess að stuðla að því og hjálpa fjölskyldunni og sjúklingum. Og í hverju felst þessi aðhlýning? Felst hún í lyfjagjöf eingöngu eða? Nei, hún felst nú eiginlega bara í öllu sem að við kemur sjúklingnum. Við svo sem erum ekki með einhverjar ákveðna fyrirfram mótaðar hugmyndir það hvað við gerum. Við segjum allt sem sjúklingurinn getur gert sjálfur, það á hann að gera. Við erum til taks í því að aðstoða hann. Það sem að við erum náttúrulega gerum, það svo sem í sjálfu sér allt sem gert inn á spítala, allt sem tengist hjúkrun og það það að taka til lyf í bóks, það aðhlýning, það náttúrulega stærsti hluti okkar einkenna meðferð og einkenna eftirlit því að þessi sjúklingar eru flestir með mikil einkenni bæði frá sínum sjúkdómi, frá lyfjagjöfum, aukaverkanir lyfja. Við erum að reyna að lægja þessar aukaverkanir og gera líðanina betri. Þannig að við erum, nú síðan það mikill stuðningur, bæði við sjúklingin og aðstendendur, það mikið samtalsmeðferð, samtalsfórum og svona við gerum það sem að þarf að gera hverju sinni. Í dag hefur breyst mikið viðhorfið til deyjandi einstaklinga. Fyrst og fremst það að áður fyrir var sagt að það ekki hægt að gera og þá þurftu þessir einstaklinga bara að bíða eftir því sem verða vildi. En núna hægt að hjálpa þeim til þess að öðla svona tilgang með lífinu og það þessi gæði lífsins sem að við erum í sjálfu sér að hlúa að með því að gefa þeim tækifæri til þess að vera heima og stuðla því að hjálpa fjölskyldunni og sjúklingnum til þess að takast á við þessa erfiðleika og þessi vandamál. En það lítur að vera mismunandi hvernig fólk tekur svona örlögum, ekki satt? Já, en samt sem áður þá verður maður að segja að flestir taka svona með miklu æðruleysi og það maður eiginlega getur ekki ímyndað sér það fyrir maður kannski tekur á því sjálfur og stendur frammi fyrir þessu fólki sem hefur greinst með ólæknandi krabbamein, hvernig það virkilega og að miklu æðruleysi tekur á sínum málum. Hvað með þína andlegu líðan? Hvernig fer þetta starf með sálinni þér? Auðvitað það erfitt að horfa upp á það að maður að sinna sjúklingum sem að maður veit að að kveðja þetta líf. En þegar maður getur stuðlað því að síðustu tímarnir, dagar, vikur, mánuður og jafnvel ár, eru gleðilegir og maður að bæta gæði lífsins, þá verður maður líka glaður og þá samlagast maður fjölskyldun og sjúklingnum í því að hafa gert eins vel og maður gat. Já, heimahlýning krabbameinsfélagsins, þetta eru englar í mannsmynd. Heldur betur, heldur betur. En við vorum að fá fréttir að fiskbúðin Sundlaugavegi 12 hefur gefið 100.000 krónur og skorar nú á fiskbúðina Vör að gefa slíkt hið sama. Já, þessi keppni fyrir að, þessi fótbolti fyrir að vera smitandi, menn að keppa í hinn og þessu hérna greinilega, það ágætt. Við ætlum eins og að fara út í allt annað, við ætlum að fá á svið kvennakórinn Vox Femine.
Það alltaf að syngja lagið Ich hab dich lieb mein Wien eftir Leo Lehner. Já, mól. Já. Og stjórnandi engin önnur en Margrét Pálmadóttir. Skulum klappa fyrir þeim. Já, það munaði ekki það. Nei, kraftur í þessu. Þú er aldrei sungið kvennakór, Gísli. Nei, ekki nýlega alveg, en hérna stefnaði í. Já. Talaði við Margréti Pálma hérna eftir. En hérna, við styðjumst oft við tölfræði. Býðu nú við. Talandi tölur. Já, við erum að... 15.870.000 krónur sem hafa safnast. Þetta er glæsilegt. Þetta er alveg stórglæsilegt. Alveg stórglæsilegt og maður má ekki nefna tölur, þá koma nýjustu tölur. En ég ætla að segja eins og að við styðjumst oft við tölfræði þegar við erum að reikna út líkurnar á því að fá krabbamein eins og við gerum hérna í kvöld. 1 af hverjum 3 og 3 af hverjum 3 halda því sleppi. En stundum gerist eitthvað sem ekki á að gera samkvæmt tölfræðinu og þegar Snjólaug Haraldsdóttir fékk ristilkrabbamein aðeins 18 ára og þá þótti það nær útilokað að svo ung stúlka fengi meinið. En það gerðist eins og við heyrum núna í sögu hennar. Þetta var í ristli, krabbamein í ristli sem að hann var, þannig að það hefðist að taka hlut á honum. Það var ekki margir svona ungir gleistir það? Já, allavega á þessu tíma sem að ég var skorin upp þá var mér sagt að þeir hefðu aldrei séð þessa tegunda krabbamein í svona ungri mannesku, allavega þessir læknar sem skáru upp, sko, þetta var á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þannig að þeir hefðu ekki vitað til þess að það hefði verið svona ung manneskja, það hefði vilt víst 60-70 kallmenn sem greindust á þessu tímabili með þessa tegund. Hvað finnst þú gömur á þessum tíma? 18.
Segðu mig hvað tók við eftir þennan uppskurð þegar þú vaknar úr þessum uppskurði. Já. Segðu mig hvað gerðist næstu daga og vikur. Ég var náttúrulega inn á gjörgæslu fyrstu, ég ætla ekki svona 4-5 dagar eitthvað slíkt sko. Svo var ég inn á, sem sagt, bara inn á sjúkrahúsinu næstu 2 vikur. Við bara svona við endurhæfingar inn að koma líkamann náttúrulega í gang og allt sem því fylgdi. Svo fór ég í lyfjameðferð stuttu eftir þetta. Sem tók lang? Já, hún tók held ég svona cirka ár sem ég var í. Finnst þér fólk horfa á þig öðrum augum að því að þú ert búin að fá krabbamein og þó svo sé að það sé þetta langt síðan? Mér fannst það fyrst. Sérstaklega út af því að ég náttúrulega bjó á Akureyri, þetta var frekar líll bær og þekkti, kannski ekki líll bær, að þekkja allir alla, þannig að svona fyrsta tilfinningin fannst mér eins og ég væri allir eitthvað að horfa á mig því ég var eitthvað öðruvís en aðrir. En núna spá ég ekkert í það. Heldur það hefur rétt? Heldur að menn hafa horfað öðru? Nei, örugglega ekki. Ég veit ekkert það. Og bara svona fekk á tilfinninguna. Fannst þér einhvern tímann eins og þú kannski hefðir þroskast meira á stuttum tíma heldur en þeir sem voru í kringu þig út á þessum erfiðleikum? Engin spurning. Þú sagðir að læknarnir hefðu kannski ekki alveg treyst þér til þess að segja þér hvernig stóð á áður en fórst í uppskurðinn. Heldur það sé rétt aðferð? Heldur að ungir krakkar, er þetta það stórt að menn geti ekki alveg tekist á við þetta? Mér finnst ekki rétt aðferð í dag. Allavega var ekki þegar maður orðinn þetta gamall eins og ég er, þannig að annað kannski ef það vart innan við 10 ára eða eitthvað svoleiðis. En mér finnst að maður ætti að fá að vita þetta. Vita það bara um leið og greinist? Já. Það eru 10 ár síðan, núna ekki satt? Jú. Hefur orðið einhvers vör eftir þetta? Nei, sem betur. Ég hef bara farið í tjekk og svona, þannig að það er alltaf. Já, en óperusöngvarinn Júlíus Vífill Ingvarsson er hingað kominn og ætlar að syngja O Sole Mio við undirleik hljómsveit Gunnars Þórðarssonar. Við skulum bjóða hann velkominn.
Já, við þökkum Júlíusi fyrir og nú skulum við fá auglýsingar. Já. Það getur borgað sig að búast við hinu versta. Tryggðu fjárhagslegt öryggi þitt og þína nánustu með því að tvinna saman sparnað og tryggingar. Lífís. Tryggari framtíð. Sparisjóðurinn þjónar þér af öllu hjarta. Já, það kominn nýr villiköttur með saltnetum. Þú veist alltaf hvað þú átt og hvað þú mátt í heimilislínu Búnaðarbankans. Filippo Berio, ekta ítölsk ólífuolía. Kjöt, fiskur, egg, grænmeti eða pasta. Filippo Berio laðar fram bestu eiginleika hráefnisins, eykur hollustu og fjölbreytni matarins og vekur réttu stemninguna við borðið. Bjóddu til borðs með Filippo Berio. Alþjóða líftryggingafélagið 800 7913. Já, velkomin aftur og velkomin Gísli. Takk fyrir. En það er gaman að segja frá því að núna hafa safnast 19.170.000 og við skulum klappa fyrir því. Það er ekkert smáraður. Nei. Það voru 15.870.000 fyrir örskamri stundu síðan. Já, reiknaðu nú. Bara réttur auglýsingar. Réttur auglýsingar. Ertu fljótur að reikna? Nei, ég ætla ekki að gera það. Nei, ok. En áfram með lífsreynslusögurnar. Þessi stúlka er 22 ára og á baki langa og stranga baráttu við krabbamein.
Hún hefur nú náð sér að fullu og enginn segir hennar sögu betur en hún sjálf. Ætli ég hafi ekki verið svona 18 ára þegar ég byrjaði að vera vör við að það var eitthvað að. Og hvernig lýsti það sér? Það lýsti sér þannig að stelpa sem ég satt í hliðinu á henni í skólanum, henni fannst ég hún svo góð með mig og ég var hægt að tala við hana, ég ignorar hana og svona. Og það var bara því að ég bara var að tapa heyrn hérna megin. Og svo líka, ég hjólaði alltaf í skólan. Svo fann ég það að ég bara var ekkert örg á hjólinu, ég var bara dettandi eitthvað og þannig ég hugsaði, ég laði bara hjólinu, setti það inn í skúr og segi að ég bara verði að gangi í skólan. Og svo þegar ég byrjaði að finna það, þegar ég var að ganga, að ég einhvern veginn skynjaði ekki alveg, sko, þannig að ég mist svolítið þrívítina. Ég skynjaði ekki alveg þegar kom gangstéttabrúnir, þá náði ég ekki að skynja, já, var þetta hátt eða var þetta lágt eða býtu og rasaði svo og það var svona ýmislegt svona og ég skynjaði ekki alveg hversu nálægt trén voru eða hversu rætt bílarnir fóru og svona ýmislegt. Þannig að svona öll fjarlægð hefur orðið til svona... Já, hún var mjög skrítin og náttúrulega allt jafnvægi bara yfir höfuð. Gastu strax talaði þetta einhvern eða hélstu þessu leyndu? Það voru nú svona aðrir byrjar að taka eftir þessu. Ég var til dæmis í sumarfríi með kærastunum mínum og vorum hérna í einhverju forláta skeljabúð með alls konar sko einhverjum sjávarskeljum og kórallum og svona og ég stóð og var að skoða svo allt í hennu bara hrundi ég niður og tók halva búðina með mér sko hann svolítið Gunni mín og er nú aðeins að fara að passa þig sko. Þú hittir síðan taugasérfræðing hérna heima, já. Hauk Hjaltason, já. Og þú fórst í gegnum viðamiklar rannsóknir ekki á hans vegu. Já og þá fékk ég svona efni sem sprauta í æð og það lýsir upp frumurnar í líkamanum og þá sást það sem hann kallaði fyrst fyrirferð í heilanum. Í heilanum. Já. Hver voru viðbröðin í þessum fréttum? Þau voru, einhvern veginn allan að tíma sem ég var lág þarna inni og þá tók ég þessu öllu einhvern veginn svo létt. Ég var ekkert að velta þessu fyrir mér mikið. Og þegar hann kom og hann sagði hérna, má ég hans tala við þig og ég sagði já og ég spurði, viltu hringja í ykkur? Og þá sagði hann svona, býttu hringja í ykkur? Já, ég sagði bara, nei takk. Svo sagði hann, já Gunni, þú ert með æxli í heilanum og þarft að fara í heilauppskurð. Og þá, þetta, maður að reyna að gráta ekki og, já það, Og svo sagði hann, ég ætla að leyfa þér að vera einni og hérna í síminn og þú getur hringt í eitthvað og svona, en ég gæti ekkert hringt í einni neitt, ég gæti ekkert tekið upp símann, þannig ég bara fyrsta sem ég gerði var að fara inn og læsa mig á klósettinu. Og þá helltist þetta svona yfir mig, sko. Þetta er ekkert grín, Gunni. Bara nú verður að átta þig á því að þetta er ekki, þú getur ekki tekið þessu svona létt eins og þú ert búin að vera að taka þessu hingað til. Vegna þess að ég var í alls konar rannsóknum og það voru læknanemar sem voru að fylgjast með mér og voru að spyrja, sko, hvernig getur þú tekið þessu svona létt? Það leið svo langur tími áður þú fórst til Svíþjóðar. Ég var bara, þetta er svo óskýrt allt í huganum líka þessi tími. Ég held að það bara verið nokkri dagar sem liðu. Hvað var gert í aðgerðinni? Það var sagað hérna fyrir aftan eyra og var söguð hauskúpan. Ég bara með skinn hérna og var flett upp eyranu og var skorið á heyrnartaugin og hérna hamasteði í vístað og kuðungur og allt þetta tekið út og svo var eitthvað verið að föndra þarna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta var sko. En það var verið að vegna þess að svo þetta heilum eftir æxli, þetta var svona samvaxið og síðan þorði ég náttúrulega ekki að skera nema svo sem ekki hluta af þessu, við vissum náttúrulega ekki rauninni hvað var heili og hvað var æxli. Þannig að þú vaknar upp eftir aðgerðina og fyrsta tilfinningin er léttir og síðan hvað? Síðan hvolfist þetta allt saman yfir mann. Síðan náttúrulega bara ertu hrikalega þjáður. Þér er illt allstaður og þetta er bara reynasta helvíti. Það er það. Ég er með rosalegar umbúður höfuð, ég er með slöngur og búið að bora göt ofan í höfuð, ég er með slöngur ofan í höfuðið, ég er með slöngur ofan í maga og ég veit ekki, ég var með 2 leggi eða eitthvað, þú getur ekki hreyft þig, þú ert svo lemstruð. Og ég
Ég þoldi eiginlega ekki neitt utanaðkomandi. Ég þoldi ekki kaffilyktina af mömmu, ég þoldi ekki skeggbroddana á Viktori, ég þoldi bara ekki að þau snertu mig. Þú ert þannig að þú þolir ekki snertingu. Bara... Hvernig, hvað tók við eftir þú komst heim frá Svíþjóð? Þú varst að nefna þarna samlokumeðferð. Já, samlokumeðferð. Sem samanstendur af lyfjameðferð og svo geislameðferð og svo tekur aftur við lyfjameðferð. Til þess að bara ganga úr skuggum að þetta sé nú farið. Hvað var þetta langur tími? Já, svo erfitt með að segja svona hvað þetta sé langur tími. Þetta voru nokkri mánuðir, hvað þetta var tæpt ár. Eitthvað svona leið. Og það voru hlutir sem varst vöru við í sambandi við þessa meðferð. Það var til dæmis ákveðin hættu og ófrjósemi. Já. Mér var sagt að væru töluverða miklu líkur á að eggjastokkarnir, þeir myndi eyðileggjast. Og það er náttúrulega ansi mikið sjokk að heyra það. Og ég strax fyrir að spyrja hvernig hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað þá, hvort það væri ekki hægt að geyma egg eða eitthvað þvíumlíkt. En það er of seint vegna þess að ég byrja náttúrulega í geislunum daginn eftir og þetta er einhverja mánaða meðferð þá, einhver hormóna meðferð og þvíumlíkt. Þannig að við töluðum við frænda minn, hann Auðólf Gunnarsson, kvensjúkdómalækni, og hann og Sigurður Björnsson, krabbameinslæknir, þeir hafði heyrt einhver aðferð sem hefði verið notuð út í Bandaríkjunum með að færa til eggjastokkana og hengja þau upp í kviðaveggina, eða kviðaveggin. Kviðaveggina. Já. Og þetta var gert og ég er örugglega eina manneskjan hérna á Íslandi sem geng með eggjastokkana hérna einhvers staðar, allt annars staðar en þeir eiga að vera. Og hefur þú vonum það að geta átt börn í framtíðinni? Það verður bara að koma í ljós. Allavega þá átti þetta að auka líkurnar á því að ég geti gengið með börn. Hvað segja læknarnir þínir í dag framtíðarhorfur þínar? Eru þeir bjartsýnir á að þetta sé búið? Já, þeir eru það og ég er það allavega mjög bjartsýn. Ég hef farið í tékk, þar sem myndir eru teknar og allt skoðað og ekki tjast. Síðan er maður í 6-10 ár áfram í svona tékki. Ertu hrædd? Nei, alls ekki. Ég hef aldrei verið þar. Ég hef verið að fara í þessar skoðanir og þessar athuganir eftir á. Ég hef aldrei velt því svo mikið fyrir mig. Ég hef alltaf bara farið og svo gleymi ég alveg að niðurstöðnir er að koma kannski mánudaginn eftir viku og svo mamma að ringja og spyrja hvað sögðu þeir og hvað er að frétta og allt í henni, já, byrju, ég var best að ringja niður til að athuga. Ég hef aldrei verið neitt svo heldtekin af þessu. Ég hef aldrei mist mig í þetta, sko. Það er voðalega auðvelt að segja þetta núna og það er alveg örugglega fullt af fólki sem hugsaði bara, já, þetta getur hún sagt, sko. Lausa allra mála þetta, bara tala svona auðveldlega þetta er ömurlegt og þetta er algjört helviti að lenda í þessu, en maður má bara samt ekki missa, sko, bara reynilega húmórinn fyrir þessu, maður verður þessu, þegar ég var veik, að þá, sko, eins og ég sagði, ég var ekkert svo heldtekin af því, ég var ekkert obsessed af sjúkdóm, ég var ekkert út allt að leita einhverjum grassalyfjum og þangi til þess að éta til þess að laga þetta. Ég svona var meira bara kannski að hlusta góða tónlist og lesa góða bók og horfa vídeó. Bara svona ekkert að hugsa alltaf mikið þetta. Ótrúlega. Já. Alveg náttúrulega. Ótrúlega hetja. En það er næsta víst að þátturinn verður svona í lengra lagi. Já, en það kemur til af góðu. Já, þú segir það og við byggjum fólk velvillingar á því, þá sem ætlaði að sjá næsta dagskrárlið. Einmitt, en þökkum leið ykkur sem eruð að senka dagskrárni og fyrir ykkur sjálfum. Já, ég sagði ykkur áðan frá því að fiskbúðin á Sundlaugavegi 12 hefði gefið 100.000 krónur og skorað á fiskbúðina Vör
Fiskbúðin Vör hefur nú svarað með 100.000 krónum og skorar á toppfisk. Þannig að þessi fiskikeðja heldur áfram. Þannig að fiskibændur landsins að leggja sitt af mörgum. Já, og það eru fleiri sem tengjast fiskivensar. Hraðfrystihús Eskifjarðar var að gefa 100.000 krónur og skorar á eða hvetur önnur útgerðarfélag á Austfjörðum til þess að gera slíkt hið sama. Þannig að það er vonandi að þeir verði við þeirri hvatningu og það er meira. Bílasprautun og réttingar Auðuns gefa 100.000 krónur og hvetja einmitt aðra í þeirri grein til þess að gera slíkt hið sama. Já, og starfsmenn Eimskip og Eimskip eru búin að opna reikning þar sem, starfsmenn ætla að leggja inn. Já, og það eru komnar nú þegar 320.000 krónur. Já, þetta er ekki slæmt. Og verður opið eitthvað held ég fram í næstu viku. Og sem dæmi einstaklinga þá barst okkur hér peningagjöf frá Sófaníasi Seselsinni upp á 100.000 krónur og hjónin Þorkill Sigursson og Þorbjörg Guðmundsdóttir í Árskógum 8 Breiðholti 100.000 krónur. Þannig að þetta er glæsilegt. Klöppum fyrir því. Það eru áskoranir í fleiri fyrirtækjum og fleiri stöðum heldur hjá fiskverkendum og fisksölum vegna þess að Bónus gaf 300.000 og skorar núna á krónuna. Það er núna. Sennilega að gefa sömu uppæð, þannig að við bara vonum að þeir verði við þessu og jafnvel aðrir í þessari grein. Hraðfrystihúsið á Hellisandi með 100.000 krónur. Fjörfiskur Dalvík 100.000 krónur. Lionsklúbburinn Lionsklúbbur Grindavíkur 50.000 krónur. Og Kívanisklúbburinn Elliði gefur 15.000 króna minningagjöf til minningar 2 félaga, Gest Geirsson og Þorvald Kjartansson. Já, þannig að þetta er frábært. Já, og eins og við sögðum áðan, er það ekki cirka 19.170 19.170.000 krónur komnar? Við verðum að hemja okkur Gísli. Já, akkurat. Herðu, jæja, en við ætlum að fá góðan gest hingað í sófann og það er engin önnur en fyrirverandi forseti lýðveldisins. Vigdís Finnbogadóttir, en hún er einnig verndari Krabbameinsfélags Íslands. Við skulum gefa henni gott klapp. Sæl og blessuð Vigdís og velkomin. Þú ert alltaf á þeytingi út allan heim eins og við heyrum stöðugt af og standa þig glæsilega fyrir hönd þjóðarinnar eins og fyrir daginn, en þú gefur alltaf tíma til að koma heim þegar þetta málefni kallar. Já, það vantaði nú bara. Eftir að ég hef haft þennan sjúkdóm og vonandi hef sigrast á honum, maður veit hann aldrei þetta. En það eru 24 ár síðan að ég greindist með krabbamein og fór í aðgerð. Ég var mjög fljót til, ég var svo heppin að ég hafði nýverið hitt vinkonu mína og sem að lá á sjúkrahúsi með þessa meinsemd og hún fór að lýsa fyrir mér hvernig hún hafði orðið var við það fyrst. Og þegar ég sá þetta gerast hjá sjálfur mér í sturtu að eindregin geirvarta, það er ekki góð sviti, þá stökk ég af stað. Og mér var sýnt vel og af kostgefni og hér er ég eftir aldarfjórðung. Í þá daga var ekki mikið endurhæfingu fyrir krabbameinssjúklinga? Nei, maður þurfti nú svona heldur að hafa sig eftir því sjálfur. Já. Og já, það sem að eiginlega mér finnst núna breytingarnar hafa verið mestar er þetta að stoðhóparnir eru komnir til sögunar. Maður hafði engan til að tala um þetta við og þekkti engan sem hafði orðið fyrir þessu. Vísu hafði heyrt það í fjölskyldinu en engan svona mínum aldrei nálægt mér svoleiðis að maður var svolítið einn. En það var ákaflega, ég var hjá Leikfélagi Reykjavík, það var ákaflega gaman að koma í vinnun aftur. Þeir voru allir svo fegnir að sjá mig, auðvitað. Þú sýndir mikið áræði þegar þú, 4 árum síðar ákveður að bjóði fram til forseta? Já, ég var nú bara að viðurkenna það, þegar það gerist þá var ég næstum búin að gleyma þetta þau komið fyrir mig. Já. En þurftir ekkert að ráðfæra þig við lækna eða eitthvað svoleiðis þegar þú ákveður að taka þér þetta vandasama embætti? Nei, ég heldur að það er allir ráð mér frá því. Best að spyrja þá bara ekkert? Langt best. Þú ert verndari Krabbameinsfélagsins. Hvað felst í því starfi? Já, það felst í því allt sem að heitir að styðja við Krabbameinsfélagið. Hvenær sem að kostur er
og að reyna að standa sig fyrir þess hönd og ekki síst að vera uppistandandi, finnst mér. Mér finnst ég að styðja bestu krabbameinsfélagi með því að vera uppistandandi og hafa þessa orku sem ég hef. Já, og tala þína persónulega reynslu. Já, það kemur fyrir og ég er náttúrulega í öðrum málum líka. Já. Mikið fyrir stórum verkefnum erlendis. En hvenær sem ég beðin að koma fram fyrir hönd þeirra sem hafa orðið veikir og segja eitthvað og þá ger ég það. Og við fréttum af því að þú kemur fram á kannski ráðstefnum, hefur verið að koma fram á ráðstefnum erlendis, þar sem að þú segir þína sögu fyrir stóran hóp áhorfenda sem að þú kynnta sjálfsögðu sem fyrirverandi forseti Íslands og svo kemur þú hann upp og segir þína sögu áreynslulaust og eins og ekkert sé og fólk rekur upp stór augu og talar það eftir á hvað þetta hjálpi sér mikið. Þetta virðist vera svo lítið mál fyrir þig, er þetta það? Nei, það er aldrei lítið mál að segja frá þessu. En auðvitað er alveg sjálfsagt að gera það ef það getur hjálpað einhverjum og ég hef gert í því eins og sagt er á slæmu og eða góðu nútímamáli að vera ekkert að fara í neina grafgötur með það hvernig þetta ber að og að ef maður nær bata þá getur maður unnið sín verk og meira segja tekið á sig eitthvað sem maður er mjög krefjandi orkukrefjandi og kallar á staðfestu og kraft. Já. Og ég hef gert það og mér þótt að var vænt það að heyra að ég hef stundum verið svona einhver uppörfun fyrir einhvern. Já. Og ég ætla að halda því áfram eins lengi og ég get. Já, það er gott að heyra og það er líka gott til þess að vita að þetta sé ekki lengur sama feimnismálið og það var. Þetta er sjúkdómur sem snertur okkur flest öll. Og það er nauðsynlegt að við getum talað það, ekki satt? Ég er núna í dag eftir að vera búin að vera að vinna með mínum góðu vinum hjá Krabbameinsfélaginu. Þá er ég, og eftir sem líður á kvöldið, er ég sannfærður að það verður hugarfarsbreyting eftir þennan söfnunardag. Eða eftir að svona mikil athygli hefur við vakin á málefninu. Og það er mjög mikilvægt að tala opið þetta. Það gefur öllum styrk að tala opið að þessi sjúkdómur er til, hann kemur fyrir svo marga og við þurfum ekki vera hrædd þetta og vera frekar styrkur til að sannfæra okkur að það er alltaf von. Og forvarnirnar eru svo vel útbúnar. Já. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Vigdís. Kæra þakkir, Vigdís, alltaf sönn ánægja að fá þig. Þakka þér fyrir. Já, Álftagerðisbræður eru hingað komnir og þeir ætla nú að flytja fyrir okkur Hamraborgina eins og þeim einum er lagið. Já. Hamraborgin rís há og fögur og minnir á ástir og álfasögur. Hamarinn bláa og bergið háa sló bjarma lengi. Þar er sungið á silfurstrengi. Þar er sungið á silfurstrengi. Meðan djáknar til messu hringja, opnast bergið og álfar syngja. Strengir titra og steinar glitra í stjörnusalnum. Friður ríkir í Fjalladalnum. Úr byggði sveitin í bergi seitur af álfadætrum í dag sinn leitur. Hann
hlær og grætur og heyrðast nætur af huldur máli. Bergið lokast sem brúðar skáli og svo drukkið og dansi stíginn siktir að kveldi og sól nýin í hamrinum háa og berginu bláa blundað á rósum blundað á rósum. Já, heyrðu Gísli, ert þú ekki komið með nýjustu tölur? Ég akkurat komið með nýjustu tölur. 26.420.000, hvorki meirinn en minna. Frábært. Glæsilegt alveg, alveg stórglæsilegt. 26.420.000 krónur og betur má duga skal, þannig að það er rétt að, og það má geta þess líka að í fótboltaleiknum okkar hérna í Hliðarherbyggi. Það er jafntefli, er það ekki? Það er jafnt á öllu, það er ekki jafntefli sem sagt, það er bara jafnt núna sko. Já, ég kann ekki til svona fótboltamál. Nei, leikurinn er ekki búinn, það er 24-24, jafnt á öllum tölum, eins og þeir myndu segja. Þannig að þetta er æsispennandi og í járnum. En yfir í Kristkirkju. Símon Kúran, fiðluleikari og tónskáldur Íslendingum velkunnur. Hann hefur nú samið rekvím, eins og við sjáum hér, þarna sjáum við myndir úr Kristkirkju. Hann hefur sem sagt samið rekvím eða sálumessu sem kemur út á geisladisk þann 29. apríl, en þá verður verkið einnig flutt á 2 tónleikum í Kristkirkju. Verkið er samið á árunum 1994-2000 og er sérstaklega tileinkað Brynhildi Sigurðardóttur kennara og fjölskyldu hennar, en Brynhildur lést úr krabbameini 1994. Diskurinn er gefinn út af Eddu forlag og rennur hugsanlegur hagnaður til Krabbameinsfélagsins. Já. Þarna standi yfir æfingar. Já, við verðum að hvetja fólk til þess að fara á tónleikana 29. apríl og kaupa diskinn. Kaupa diskinn. Öll hafa viðmælendur okkar upplifað að kljást við erfiðan sjúkdóm, en þó er engin saga alveg eins. Við skulum heyra viðtal við Hlín Rafnsdóttur, stjórnmálafræðinema við Háskóla Íslands. Það er eiginlega svolítið skrítið. Ég var bara að gera eitthvað svona og finn bara hnút hérna í hálsinum. Og já, ég var einmitt á leiðinni í passamyndatöku út af því að ég var að fara sem skiptinemi, en ég endaði í lúnamyndatöku, þannig að þetta er nákvæmlega sama dag. Hvað, svo hefur tekið við meðferð, hvers konar meðferð? Þetta var 2 ára lyfjameðferð, já. Og þurftur að hætta í námi á meðan? Já, algjörlega. Ég reyndi nú eitthvað að rembast í skólanum, en það var ekki hægt að lendi alltaf þannig að hörðustu meðferðinni voru á 5 tíma sem að prófum voru eða eitthvað slíkt. Og gastu verið heima eða varst á spítalum? Svona, ég var rosalega mikið á spítalum, en svo gat með að vera heima þess á milli. Sérstaklega í byrjun og þetta kom svona skiptist á. Vissirðu hverja batavonina voru meðan þú varst í aðgerðinni? Já, strax í upphæði þegar mér var tilkynnt að ég væri með sjúkdóminn, þá var mér gert grein fyrir því að hann væri auðlæknanlegur og þannig að ég greip það á lofti og þá svona fleytti mann áfram.
En auðvitað þá voru ýmsar hættulegar aukaverkanir sem fylgdu og ég lenti í svona frekar vondum sýkingum sem voru í rauninu lífshættulegar. En náttúrulega vonin bara fleytir manni ótrúlega langt. Hvað ertu gömul þegar læknarnir segist að vera búin að koma í veg fyrir þetta? Ég er akkurat 2 ár í meðferð, næstu upp á dag og það var fyrir séð allan tíman að hún tæki 2 ár. Þannig að ég var að verða 19. Og ertu ennþá í stöðu eftirliti? Nei, það hefur því er lokið núna. Það eru akkurat 5 ár núna í febrúar síðan ég kláraði meðferðina og já, það er allt eftirlitið minkað og bara. Og hvað gerðirðu nú þegar meðferðinni lauk? Tókstu upp þráðinn þar sem frá var horfið eða? Það er nefnilega svolítið skrítið. Það halda allir að þegar meðferðinni lýkur þá tak ég bara eintóm gleði. Það er bara ekki svo. Það var svolítið erfið tími. Þannig að meðferðinni lokið og þá bara halda allir allt sig í lagi og fínt. En maður er svolítið svona ringlaður að koma aftur út í samfélagið og eiga að taka þátt af fullum krafti í því, búin að vera veikur svona. Já, eiginlega bara þú veist, maður hefur ekkert getað tekið þannig þátt í samfélaginu áður. En þarna, og ég líka ætlaði að fara að vinna upp glataðan tíma svo maður fór full harkalega af stað og hérna það finnst náttúrulega ekki með því en hérna ég hélt áfram í framhaldsskóla og kláraði stúdentsprófið og svo fór ég til Bretlands í fyrra sem au pair. Það var rosalega gott að komast í burtu og sjá að maður geti sperað sig á eigin fótum. Segðu mig kannski svona þegar þú hugsað tilbaka, hvernig er þessi tími í minningunni? Hann er ekkert svo slæmur svona þegar maður lítið tilbaka og hugsaður ótrúlega hvað hérna vondu tímanir svona sitja ekki sterkt í manni og maður hefði haldið. Og líka bara maður er svo þakklátur fyrir að allt hafi í rauninni gengið rosalega vel og maður er ekkert stórskattaður eftir þetta. Já, ég ætla að reyna það. Já, það berast endalausar peningagjafir. Hérna var að koma 150.000 krónur til minningar stofnanda fiskbúðar Hafliða Baldvinssonar sem var stofnuð 1927 og Hafliði lést úr magakrabba 52 ára. Og svona skaf einnig fyrr í dag og afhendi ævifélagaskírteini frá 1949. Já. Svo hringdi kona hérna sem vildi lýsa yfir ánægju sinni með þjónustu heimahlynningar og það er sjálfsagt að taka undir það, við sáum aðeins brot af henni hérna áðan. Nóatún er búin að gefa hér 300.000 krónur og skorar á Netto. Þetta heldur alltaf áfram. Bakaríið í Austurveri skorar á Kökuhúsið sem að hérna... Býtu nú við, hefur verið með þetta eitthvað hérna? Hvað er þetta? Bakaríið í Austurveri 50.000 krónur. Já, býtu nú við. Við erum að reyna að ráða í þetta hérna. Útgerðarfélag Haralds Böðvarssonar 250.000 og skorar á olíufélögin. Já. Það er ágætt. Við verðum að fá smá tíma til að lesa í hérna ósjálfráða skrif. Já. En eigum við ekki á meðan að fá næsta atriði fara, Gísli? Já, við skulum fá næsta atriði. Við skulum ekkert vera við reynum að rýna í þessa skrift hér. En hingað eru komin Íslandsmeistararnir í suður-amerískum dönsum árið 2001 og við skulum bjóða þau velkomin og ég ætla að lesa nöfnin meðan að við klöppum fyrir þeim. Þeir eru Gunnar Gunnarsson, Halldóra Sif Halldórsdóttir, Hannes Þór Egilsson, Sigrún Ýr Magnúsdóttir, Ísak Halldórsson Ving og Helga Dögg Helgadóttir. 1, 2, 3, 4.
at me. Baby, baby, I got you, baby, and you smile. Let's wait and see. I can't help it, I can't stop it. I had the song to hello. Hola. Yes, hola. Hola chica, Hola, chica. hola chica, Hola, chica. hola chica. Hola, chica. You want a cup of coffee? I go let you and me. Signorina, I need another coffee. Can't you unread me? Maybe, baby, I have you, baby. I had the second. Hola chica, Hola, chica. hola chica, Hola, chica. hola chica. Hola, chica. Want a cup of coffee? I go let you and me. Oh yeah. I can't help it. I have a sudden. Hola chica, Hola, chica. hola chica, Hola, chica. hola chica. Hola, chica. Want a cup of coffee? I go let you and me. Hola chica, Hola, chica. hola chica, Hola, chica. hola chica. Hola, chica. Já, áfram berast framlögin. Já. Og hérna við vorum að reyna að klóra okkur fram úr þessu hérna áðan og það var sem sagt bakaríið Austurveri sem gaf 50.000 krónur og skorar á Kökubanka Hafnarfjarðar. Já. Svo náði ég aðeins að ráða hérna líka smá skrift. Það er sýnist mér Háspenna og Keiluhöllin sem gefa 50.000 krónur og því hér með komið til skila. Og Praxís lögfræðistofa gefur 100.000 krónur og skorar á aðra lögfræðistofur að gera slíkt þið sama og ég held að það sé vel til bundið. Og fyrirtækið Plastco 100.000 krónur og skorar á PMT og Lionsklúbburinn Engey 50.000 krónur, ánafna 50.000 krónum til minningar Sigurbjörgu Eiríksdóttur og Þórunni Rafnsdóttur, eða Rafnarsdóttur. Rafnsdóttur lítur þetta að vera. Já, þetta kemst örugglega til skila. Já. Nú, ég sé ekki betur hér en að Melabúðin sé að gefa 100.000 krónur og Leit.is 100.000 krónur líka og svo er það fiskikeðjan góða, Toppfiskur eftir því sem að hér stendur gefur 200.000 krónur og skorar bara beinlínis á aðrar fiskibúðir að gera slíkt þið sama, þannig að ég held við klöppum fyrir þessum fiskbúð eigendum. Já, húrra fyrir fiskibóndum. Já. Þeir hafa sannarlega staðið við sitt hér í kvöld. Já, hérna, við erum að fá nýjustu tölur, það eru 32.820.000 sem nú hafa safnast. Frábært. Glæsilegt, 32.820.000. Alveg ótrúlegt. Og við skulum vinda okkur í næsta atriði. Við ætlum að fá að heyra fleiri sögur frá þessu unga og kraftmikla fólki sem við höfum heyrt í hér í kvöld. Ótrúlega sögur alveg. Og Daniel Reynisson er einn af þessu unga og hrausta fólki. Hann er vevari, tölvumadur hjá öflugu fyrirtæki hér í bænum. Hann er hress og skemmtilegur og þróttmikill og það kemur manni alveg opna skjöldu þegar hann segir að aðeins ári er liðið síðan hann lauk meðferð eftir eitlakkrabbamein. Heyrum Daniels sögu. Þetta byrjar eiginlega með því að ég er
ég byrja bara að vera, já, slappur og á ekkert, það ekkert ég, það allir venju svona, ég hef yfirleitt getað unnið töluvert mikið og já, aldrei kennt mér minns, stunda erfitt sport, júdóið og aldrei fundið fyrir neinu. Þannig að þetta var, svo var ég bara farin að leggja mig eftir vinnudag og ég var bara, mér var bara að skrifa upp í rúm. Þá sá ég það alveg á konunni minni að hún henni stóð ekkert það sama. Og þá svona maður áttaði sig á þessu að þetta var ekkert eðlilegt og svo byrjuði að koma út svona hnúðar víðsvegar hálsinn og það var svona, þá var ákveðið að ég færi ég ákvað að fara og láta kíkja á þetta. Byrjuði að fara til hálsnef- og eyrnalæknis sem byrjuði á því að nefna hvað ég var með þrekinn háls. Það er hlutur sem ég aldrei spáð í. En ég held ég verið bara svona rosalega massaður. En þá er krabbameini, það er byrjað að það tútnar upp á öllu. Mér þess að þegar ég fór svona með hendurnar svona lyftið þeim upp fyrir höfuð, að þá nánast fekk maður aðsvif. Því það var farið að þrengja svo að öllum æðum. Svo tók við meðferð, var hún mjög erfið fyrir þig? Lyfjameðferðin er mjög erfið og ég efast að nokkur getur farið í gegnum hana að segja það, hún er mjög erfið. Lyfjameðferðin ég fekk 8 skipti, það eru 4 mánuðir. Eftir fyrsta skipti þá, þetta nú ekkert svo alvarlegt hugsa maður, fekk bara sína sprautur og var voða galvaskur. Tók mér svo góða bók og svona og held þetta yrði bara ekkert mál og það var í rauninni ekkert mál fyrsta skiptið. Fyrstu 2 skiptin í lyfjameðferð voru ekki svo erfið. Strax síðan í þriðju lyfjagjöf þá fyrir svona hallandi fæti, þá fer maður að finna fyrir meira ógleði og þessum leiðilegu einkennum sem mann hafa búið að segja manni frá. Hann gætu komið upp. Þá byrjaði það svona að koma og þá vildi maður eiginlega bara hætti maður að taka bókina með sér og reyndi bara að sofa. Bara á meðan, þetta eru, lyfjagjöfin er 4-5 tímar sem ert þarna inn á dagdeildinni. Næstu dagar, sá dagur er leiðilegur virkilega, þá fær maður yfirleitt hita og svona alls konar, já, bara lífið bölvalega, ógleðin og þetta allt saman. En þau eru með mjög góð lyf, til dæmis eins og við ógleðinni, þannig að þetta er gert bæranlegt. Þetta verður ekkert allt og slæmt. Nú ert þú í íþróttum og örugglega vinmargur og svona, hvernig fannst þér fólki í kringum þig taka þessu? Daginn sem ég greindist, þá sagði læknirinn mér að þetta færi misvel í aðstandendur og vini og kunningja. Og ég geti alveg búið mig undir það að fá nánast afneitun frá einhverjum. Og ég þyrfti ekki að taka það skilur illa upp. Þetta væri bara menn höndluðu mismunandi svona tíðindi. Í mínu tilfelli þá ég fann enga breytingu. Strákarnar í YouTube, þeir kannski tóku linar á mér og svona aðeins leiði mér að tuskast með sig en það var ekkert svona, engin sérlífni og ekkert þess að það. Menn spurðu og ég kann rosalega vel að meta það. Þegar fólk kemur beint til mín og bara spyr. Hvernig hefur það og hvernig er ferlið. Mér finnst gott að tala um þetta. Ég losa þannig. Og það var eitt af því sem svona kannski í þessu ferli á meðan ég er í meðferðinni að gaf mér rosalega mikið. Það var að tala við einn sjúkling sem var búinn að ganga gegnum sama krabbamein og ég. Það var svona mjög þægileg tilfinning að fá að sjá einstaklinga sem var búinn að ganga gegnum þetta og geta allt í haginu í dag. Hvernig er ástandið á þér í dag? Ég er bara talsveit hraustur. Maður fær bara þessa hefðbundnu flensuna eins og allir aðrir en það er ekkert þannig laga. Svolítið svona hefur verið þreklaus og svolítið svona mál að koma sér af stað aftur. Það getur líka alveg eins og aldrei, ég veit það ekki. Já, það er 28-28. Staðan er 28-28.
heyrðu. Maður er í stór hættu hérna. Maður er í stór hættu. Þetta er búið að þróast úr knattspyrnu yfir í rúbí. Eru þetta alþingismennirnir sem hérna eru? Er þetta... Já, ég hef aldrei séð hann að eins. Bara í lífsætti það. Þetta var ekki bara brot, þetta var stjórnarskrárbrot, ég sé ekki betur. En mér skilst að leikurinn sé búinn. Jæja, það er búið að loka minn inni. Ég kalla til minn fyrirliðan. Og þá helst báða fyrirliðana. Er Ómar Ragnarsson farinn? Ert þú varafyrirliði, Bogi? Já. Já, heyrðu, hérna, ég veit ekki hvort það er að spyrja ykkur, en ég get spurt þig kannski hvað skoraði hitt liðið mörg? Jæja, 20 og hvað? 28 síndist. 8? Nei, 27 sko, 27 heldur. Við Já, hérna er þetta, ég skipa mig dómara hér. Það er 28-28. Já, það er 28-28. Já, er það ekki, heyrðu, og var þetta jafn leikur eins og tölunar gefa þetta kynna? Nánast á öllum tölum. Já, jafnt á öllum tölum? Já, við bara skiptum inn á svona eftir þörfum til þess að hafa þetta svona spennandi. Og það var 10.000 krónur á hvert mark sem var skorað og það gera hvað, Steingrímur? Býtum nú við, það eru 280.000 pluss önnur 280.000. Það er alveg hellingur. Já, þetta er glæð. Nei, við erum mjög ánægðir með þennan stuðning. Mjög þökkum fyrir. Það verður... Nú, já, en glemdist að gera það. Já, það verður að hafa það. En já, leiknum er sem sagt lokið og þetta er sem sagt... Þetta er 28-28 og þetta eru miklu peningar sem Búnaðarbankinn og Landsbankinn ætla að borga og við skulum bara klappa hressilega fyrir þessum knáu fótboltamönnum hér, stuttbuxnadeild þingsins og liði Ómars Ragnarssonar. En, Já, þetta er sérkennileg íþrótt fótboltinn og 280.000 hefur hvort lið safnað þarna. Það mætti nú oftar vera að spila svona upp á peninga, þennan fótbolta. En nú ætla ég að vona að Gísli fari nú að koma til mín. Ég ætla á meðan að segja ykkur frá því að Lions klúbburinn Edna ánafnar 100.000 krónum, Kaupþing ánafnar hvorki meira né minna en 500.000 krónum, Tæknival 246.000 krónur og Össur 800.000 krónur. Já, og síðustu tölur sem við vorum að fá eru 38.930.000 sem nú þegar hefur safnast. En við ætlum næst að bjóða velkomin þau Heiðar Ástvaldsson og Ásgerði Ólafsdóttur. Gefum þeim gott klapp. Já. Verið hjartanlega velkomin. Við erum að drukna hér öllu þessum blöðum. Þetta gengur vorum framar. Þetta er mikið gleðikvöld. Já. Er þið ekki ánægð með daginn? Mjög. Jú. Það er ekki hægt annað. Það er ekki hægt annað? Nei. Svona kannski aðeins til þess að útskýra þá lentir þú í því, Heiðar, að missa annað nýrað, ekki rétt? Jú, og léttist ekkert við það. Nei. Það var aða vonbrigðin líka. Já. Ég ætla að segja að það þarf enginn að kenna brjóstið mig. Ég hef alltaf verið við hestaheilsu. Þetta bara kom upp allt í einu og þeir vippu út mér, tók út mér annað nýðar og viku seinna var ég komin í gang, nei, hálfum mánuð seinna var ég komin í gang aftur. Farin að dansa aftur? Já. Ég er svo aldrei... Bara good riddance, eins og maður segir á íslensku. Já, þess vegna. Dansin er svo holl og heilbrigð í þróttum að til með að mæla með dansinum. Að allir mínir, það var ekki alltaf verið á súsum. Að þeir vaðvað sem ég hafði voru í mjög góðu lagi. Ég orðaði það mig. Og greru fljótt. Þú, Ásgerður, þú greindist með brjóstakrabbamein 1994. Já.
Og þú hefur starfað töluvert með Samhjálp kvenna. Já, ég byrjaði á því 2 árum síðar. Ég var nú svo heppin í mínum veikindum að ég þurfti ekki neina meðferð að uppskurði loknum því að meinið hafði ekki dreift sér lengra en í brjóstið, þannig að ég tel mig vera heppna þó ég hafi fengið brjóstakrabbamein. Og vegna þess ekki sísta því ég hef búin að kynnast svo mörgum konum og fólki sem hefur þurft að fara í gegnum erfiða meðferð. En það má eiginlega segja að það hafi verið svolítið mín endurhæfing að fara að starfa með þessum stuðningshópi sem starfar innan Krabbameinsfélags Íslands. Og við heimsækjum konur sem lenda í því að fá brjóstakrabbamein á sjúkrahúsin eða þeim boðið upp á það að fá okkur í heimsókn. Og það afskaplega gefandi. Og hvað segið þið við þér? Við hlustum aðalega. Við kannski segjum ekki svo mikið nema við að sjálfsögðu svörum spurningum frá þeim. En það kannski stærsta atriði fyrir það að hitta konu sem er komin út í lífið aftur, tekur fullan þátt í því og það eru svo mörg ár síðan hún fékk brjóstakrabba vegna þess að þegar að þetta gerist þá fyrsta sem fólk hugsaður er dauðinn. Að hann sé kannski ekki langt í burtu en við kannski gefum við fyrst og fremst kjark með því að sýna okkur og hlusta. Heiðar, sjúkdómur, ekki dauðadómur. Þú hefur lífsgleðina að leiðarljósi? Já, og líka kannski þá staðreynda ég óttast ekkert að deyja. Nei. Kemur fyrir okkur öll? Það gera, já. Einhvern tímann? Þetta leiðin okkur allra af okkur endist líf að heilsa eins og Kelvin sagði. Já, þið eru bæði alveg... En viðhorfið hlýtur að skipta máli eftir að fengi svona sjúkdóm. Það hlýtur að skipta miklu máli að reyna að líta björtum augum á hlutina, ekki satt? Ég held að gott skap bjargi manni gegnum allt bara lífið. Ég held að sé mjög æskilegt fyrir alla að vera færir að sjá bjartari hliðina á helst öllu. Það alltaf einhver björt hlið öllu. Ásgerður, sonur þinn hérna einhver staðar í húsinu. Jæja. Og hann heitir Ólafur Kjartan Sigurðarson eins og þú veist. Já. Jú. Og nú gott að segja þér þetta, þú verður bara að gleyma því. Og með honum píanóleikari Jónas Ingimundarson, við skulum fá það hingað og þeir ætla að flytja fyrir okkur, eða Ólafur Kjartan ætlar að syngja fyrir okkur aríu Fígarós Non più Andrei úr brúðkaupi Fígarós eftir Mozart. Velkomna. Ad uncino d'amore, belle turbando il riposo, Narcisetto ad uncino d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non dovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non potrai far pallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, quelle belle turbando il riposo, Narcisetto ad uncino d'amore, quelle belle turbando il riposo, Narcisetto ad uncino d'amore. Tra guerrieri fa fermato, gran stacchi stretto sacco, schiaffo in spalla, sciato al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagni, per barboni, con
le nevi e solioni al concerto di tromboni, di pomparde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piondrai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle turbando il riposo, narcisetto ad uncino d'amore, belle turbando il riposo, narcisetto ad uncino d'amore. Che lupino alla vittoria, alla gloria militare, che lupino alla vittoria, alla gloria militare, alla gloria militare, alla gloria militare. Já, þetta var aldrei frábært. Já. En við vorum að fá upplýsingar það að nokkrum þingkonum hér í bæ hugnist ekki að hér skuli þingmennir okkar hlaupa á stuttbuxum einum fata. En leiknum þeirra nú víst lokið, en þær eru búin að hringja sig saman og vilja koma hingað að vísu fullklæddar og syngja ef á næstu mínútum safnast 500.000 krónur. Og þær eru víst mjög ákafar í að koma. Ég held að sé full ástæða til þess að fá þær hingað með því að gefa svolítið og... Nú erum að gera hringja og koma þessum valkyrjum hingað alveg á næstu mínútunum. Já, ég held að sé engin vafi og meðal annars ætlar að koma hingað Valgerður Sverrisdóttir ráðherra sem að handleggsbraut sig í dag en ætlar að koma hingað sárþjáð bara til að syngja. Það er nefnilega það. Heyrðu, nýjustu tölur eru 46.290.000. Nú hafa safnast 46.290.000. Já, en eins og við höfum áður talað hér, þá er það oft lítið auðveldara hlutverk að vera náinn aðstandandi en að vera sjúklingur í sjálfur. Bjarni Kristjánsson hefur tvisvar upplifað það erfiða hlutverk en faðir hans dó úr krabbameini þegar hann var 30 ára og á síðasta ári greindist konan hans með ristilkrabbamein. Heyrum hans sögu. Í fyrsta lagi þá náttúrulega misti ég bróður minn því ég var 2 ára. En ég man sjálfsögðu ekkert eftir því. Þannig að það er svona hverfur í minningunni. En síðan í seinna skiptið þá fyrir cirka 1,5 ári síðan þá kemur konan mín heim frá lækni eftir skoðun og tilkynnir mér það að hún sé með æxli og þetta er náttúrulega eitthvað sem er alltaf fjarlægt og maður svona, það tekur tíma að ná þessu hvað er að ske þetta er eitthvað sem kemur fyrir aðra en ekki mann sjálfan og en þetta síðan hleypt á stað miklu ferli sem að byrjaði þannig að hún fer viku síðar í geislameðferð í viku og svo drifið beint í aðgerð og lá eftir þetta bara 2 mánuði á spítala og mjög mikið lasinn, fekk mikla sýkingar þannig að í lífið raunverulega fer algjörlega á hvolf við þetta. Hvernig breytist þitt líf við þetta? Mitt líf breytist þannig að ég á 4 börn, við eigum 3 saman og 2 lítil sem er 34 ára gömul þegar þetta skeður, eða 35 ára og mitt líf náttúrulega breytist þannig að kona mín sem er að mestu leyti heima, hún fer inn á spítala og er þar fársjúk og ég þarf að hugsa heimilið á börnin og heimsækja hana og hafa áhyggjur öllu saman og þetta skeiður raunverulega svo hratt að maður hefur engan tíma til að hugsa og þegar maður er spurður hvernig ég hafði það er alltaf verið að spyrja hvernig sá sjúki hefur það þá raunverulega þarf maður að standa við hugsa sig og maður eiginlega veit það ekki vegna þess að það er svo mikið sem er í gangi maður er ekki með á hreinu hvernig börnin bregðast við börnin mín eru til dæmis þau fengu mikið svona umgangsbestir hlaupabólu, ælubestir og maður veit ekki hvort að það sé partur af þessu óöryggi sem maður verða fyrir eða hvort að þetta hafi bara verið tilfallandi en ég fór bæði og hitti sálfræðinginn á spítalanum og prestinn og þetta fólk hefur gríðarlega reynslu það hefur
oft lausnir við vandamálin sem við sjáum ekki að séu vandamál og mér fannst það hjálpa mjög mikið og kona mín hitti þetta fólk líka. Síðan eftir að við komum, ef hún kemur heim á spítalanum, þá förum við á námskeið hjá Krabbameinsfélaginu sem heitir að lifa með krabbameini og það byggist þannig upp og það fræðsla og síðan umræða. Og þetta fólk sem á svipuðu reki, það mikil samkennd sem að gera það verkum að manni líður vel, það svona myrkur og kertaljós, gott kaffi og allt gert þess að manni líður vel og það léttir gríðarlega á að tala hlutina í afslöpuðu umhverfi og þetta var þannig og þetta þekki fólk sem búið að vera í þessu, lendi þessu að það eins og maður sé 10 kílóum léttari þegar maður keyrir heim og það sem að það gefur manni líka að við hjónin ræddum mun betur og meira saman eftir námskeiðið og leystum úr okkar málum mikið frekar sem við hefðum kannski ekki annars gert. Þannig að ég mæli tímalaust með því. Svona sjúkdómur, þið eruð á besta aldri náttúrulega þegar það gerist. Hvað gerir þetta fyrir sambandið milli þín og konuna þinnar? Hvernig breytir þetta sambandið ykkar á milli? Í mörgum tilfellum þá þetta önnur manneskja sem kemur út úr svona sjúkdóm, mörgum tilfellum. Og ég heyrði nú frá henni Hildi hjá Krabbameinsfélaginu að helmingurinn af þeim hjónaböndum þar sem annar aðilinn veikist að þessu að þau skilja. Þannig að þetta reynir gríðarlega mikið á og það mjög mikið atriði að fólk tali saman og það mikið atriði að fólk sé sátt bæði við sjálft sig og hvort annað eftir á og til þess að það geti orðið þá verður fólk að tala saman og í mörgu tilfellum að fara inn í einhvers konar ferli annarkvæmt námskeið að tala við sálfræðing til þess að ná fram hvernig mann raunverulega líður. Af því að það sem fer verst með þetta það þegar maður talar ekki hlutina, byrgir hlutina inn í sér og þá myndast spenna, það byggist upp spenna og vilt vera duglegur, vilt láta sér allt í lagi og það ekki allt í lagi og það síðan smitar út frá sér til annarra fjölskyldumeðlima og svo kannski andrúmsloftið á heimilinu orðið óbærilegt. Og við höfum náttúrulega fengið okkar skerfa þessu eins og annað. Við höfum reynilega reynt að átta okkur á því og vinna móti því að gera eitthvað í hlutunum til þess að laga þetta ástand. Og það hefur tekist mjög vel. Já, og eins og glöggir sjónvarpsáhorfendur sjá sem að kunna vel á klukku, þá erum við komin langt fram yfir á tíma og við byggjumst afsökunar á því, öllum dagskrárliðum senkar og svona, en við höldum ótrúlega okkar striki. Fólk getur bara stilt klukkuna sína á 9:30 núna? Já, menn geta bara tekið þessu létt. En það fullt af góðum tónlistaratriðum og tónlistarfólk sem býður frammi eftir að komast hér að og góðum gestum. Og við skulum næst fá Ragnheiði Gröndal sem ætlar að flytja lagið Skuggi ásamt hljómsveit sem skipa þeir Guðmundur Kristinn Jónsson, Einar Sigurðsson, Ómar Guðjónsson og Jón Geir Jóhannesson.
Já, við þökkum Ragnheiði og félögum fyrir og gerum stutt auglýsingahlé. Þarft þú ekki að hugsa þinn gang? Tryggðu fjárhagslegt öryggi þitt og þinna nánustu með því að tvinna saman sparnað og tryggingar. Lífís. Tryggari framtíð. Það er víst risavinningur í lottóinu heima. Ef þú ert áskrifandi að lottóinu, vaknar þú ekki upp í vondan draum langt frá næsta sölustað. Engin fyrirhöfn, engar fíluferðir. Þú farið 4 fría útrætti á ári og vinningar að beintin á kortareikningin. Tryggðu þér áskrift á lotto.is. Isuzu Trooper, kröftugur og velbúinn jeppi sem kemur þér örugglega að heiman og heim aftur. Isuzu Trooper, nú á enn betra verði. Bílheimar. Góðu draumum maður. Hver þjónar þínu öryggi? Tryggingamiðstöðin, öryggi og þjónusta þegar mest á reynir. Skortur á bætiefnum getur endurspeglast í minni starfsorku. Heilsutvenna inniheldur nauðsynleg bætiefni. Í öðru hylkjunu er lýsi og í hinu er 21 vítamín og steinefni. 2 saman, einu sinni á dag, stuðla að bættri heilsu. Gættu að heilsunni og taktu heilsutvennu. Daglega. Við kynnum Kraftwerk, kraftmikla sýningu á breyttum og óbreyttum jeppum og fjórhjóladrifnum bílum frá Hyundai, Renault, BMW og Land Rover. Komdu á Kraftwerk, B&L, Grjóthálsi 1. Alltaf hvað þú átt og hvað þú mátt í heimilislínu Búnaðarbankans. Vísa allt sem þarf. Nú búið að opna Nesti í Borgartúni. Nesti fyrir alls konar fólk. Getur þú eignast nýjan Lancer, hlaðinn aukabúnaði á aðeins 1330.000. Mitsubishi, demantar í umferð. Já, býtu nú við. Við erum komin í loftið, það ekki? Já, velkomin aftur. Já, velkomin aftur úr auglýsingum. Það er hérna mikið búið að gerast meðan að það voru auglýsingar og fjöldi ábendinga búin að koma peningagjafir og kannski tvær athyglisverðar sem við ætlum að taka út úr. Í fyrsta lagi var Reykjanesbær að gefa 100.000 krónur og þeir skora á bæjarfélagið sem við sitjum í hérna núna. Að gera slíkt þið sama. Skora á Ingibjörgu Sólrún og Reykjavík að gefa slíkt þið sama, 100.000 krónur. Og annað skemmtilegt að skemmtistaðurinn og súlustaðurinn Óðal
er búinn að gefa 100.000 krónur og gefi aðrar nektarbúllur, geri aðrar nektarbúllur slíkt þið sama. Klöppum fyrir þessum til. Já. En allt gerir þetta það að það eru 49.800.000 í kassanum, 49.800.000 og það er stórglæsilegt. Og við munum auðvitað... Við klöppum, já. Og við reynum að sjálfsögðu að komast yfir 50 milljónir hér í kvöld. Að sjálfsögðu, nú bara það vantar herslumuninn. En við ætlum að fá hljómsveit til að spila, það er hljómsveitin Gras sem ætlar að leika hér. Hann að skipa Magnús Einarsson, Dan Cassidy, Guðmundur Pétursson, Jón Skuggi og Tína Palmer og þau flytja lagið Only One and Only. There's 100 bluebirds up above the clouds, putting all the color in the sky. And twice as many teardrops there to wash it down. Everyone's another lullaby, but there's only one and only who could go and leave me alone. There's a world of trouble trying to take its turn. I can hear it shaking underground. And half a dozen lessons that I might never learn. Not until them troubles come around. But there's only one and only who could go and leave me alone. You're the only one and only. Why'd you go and leave me alone? Næsti gestur í sófan er Hildur Björk Hilmarsdóttir og hún er söfnunarstjóri Krabbameinsfélags Íslands. Blessuð og sæl Hildur. Sæl, blessuð. Velkomin. Takk fyrir það. Ertu ekki ánægð með kvöldið þar sem... Jú, ég er alveg einstaklega ánægð og sérstaklega með daginn. Þetta hefur gengið alveg vonum framar. Þetta er búið að vera óbúslega góður dagur og allir svo jákvæðir og tekið vel á móti fólkinu sem hefur verið að safna fyrir okkur á sjálfboðaliðunum. Við erum nú komið með talningu svona sirka á sjálfboðaliðum og við höfum farið yfir 2000 sjálfboðaliðar sem hafa gengið í hús fyrir okkur í dag og án Lions og Kívanis hreyfingana hefði við aldrei getað farið út í svona stóra söfnun. Þú ert orðin hás, búin að vera að stjórna fólki í allan dag. Já, það er rétt hjá þér. Ég er orðin vel hás
rám í röddinni að þetta er búið að vera mikil vinna en óbúslega gleðilegt og skemmtilegt starf. Já. Og einstaklega ánægilegt að vinna með Lions og Kívanismönnum. Þeir eru einstaklega skemmtilegir og sprækir og góðir skipuleggjendur. Já. Og það var komið inn mörg framlög niður í Krabbameinsfélagi eins og í dag og þar á meðal einn kona sem hætti að reykja fyrir 43 árum síðan og hún gaf 1000 krónur fyrir hvert ár og snemma í morgun klukkan 9:30 mætti þarna eldri kona sem gaf framlag til minningar sína vini sem var fjallu greindust með krabbamein og dóu sem sagt. Mér langaði til að lesa upp textan sem stóð í kortinu og ég var hálf klökk þegar hún rétti mér kort hérna og ég opnaði það og las hérna til hamingju með árangurinn þessi 50 ár, Guðs blessun fylgi starfinu áfram. Þetta er alveg einstaklega, svona snertandi. Já. Hugljúft. Hildur, þú greindist tvisvar með bráðahvítblæði, fyrst 94 og síðan aftur 97. Já. Og gekkst í gegnum það að fara til Svíþjóðar og gangi gegnum háskammtameðferð, heilgeislun og mergskipti. Við tókum viðtal við systur þína, Ágústu Erlu Hilmarsdóttur. Við skulum aðeins horfa á það saman. Þetta var sagt 94 þegar hún greinist. Þá eru allir fjölskyldumeðlimir teknir í blóðpröfu og athuga hvernig allt svona, hvernig blóðið er og við erum nú í saman blóðflokki. Systurnar og mamma okkar líka. En ég var eini mögulegi mergjafinn og þetta var eiginlega alveg bara einstakt eins og að segja út í Svíþjóð og enn þetta í dag að það hefur sjaldan komið upp svona líkur mergur út af við erum eiginlega alveg eins og tvíburar nema einhverjir helstu eða svona ekki helstu heldur bara undirflokkar sem eru öðruvísi sem náttúrulega ekki gott að sé alveg nákvæmlega eins. Þannig að þetta var að tékka þessu, þannig að við ræddum þetta aldrei. Það var aldrei rætt hvort að ég myndi gefa henni merg, en þegar hún greinist hann aftur þá bara vissi ég að ég myndi fara í það hlutverk og mér langar nefnilega að segja ykkur frá því að það er svolítið mikið að vera mergjafi. Og mér fannst í rauninni enginn skilja mig. Þetta er náttúrulega, mér fannst ég taka svona ábyrgð á því hvort að hún myndi lifa eða deyja. Hvernig fer þetta fram? Segðu mér aðeins bara svona í praxís, hvernig gerist þetta? Ég bara lögði henni á spítalu, fór náttúrulega í alls konar rannsóknir. Ég var tekin hálfu lítra blóður með nokkru dögum áður og mergstunga, tekin mergur, bara til að segja hvort sé ekki allt í lagi og svona. Og svo fer ég í svæfingu og svo er stungið með svona stórum nálum eða svona stórum sprautum, járnsprautum í gegnum mjaðmakambinn hérna aftan á. Mjaðmabeinið. Það er farið 4 stungur í gegnum húðina en svo eru farið 140 sinnum í gegnum beinið. Þá er bara nálinn alltaf færð bara til og svo farið niður og dregin mergur upp. Og ég var víst alveg einstaklega góður mergjafi. Fólk gefur mjög misjafnlega merg eða frá sér. Þannig að þeir tóku mjög mikið. Tóku miklu meira heldur en þeir gera venjulega líka út að ég er ung og hraust og allt það. Þannig að þeir tóku 1,1 lítur sem voru 3 pokar eða 3 einingar fyrir Hildi sem var náttúrulega ennþá betra fyrir hana. Og þetta svo bara vaknaði ég og bara mjög, náttúrulega þetta er óbúslega vont. Það er þannig bara á spítali í 2 daga á morfíni. Þið hefur alltaf mjög nánar systurnar. Já. Núna eru þið með sama mergin, er það ekki, sem er í ykkar beinum? Jú, já hana. En hvernig er það? Hversu líkar eru þið þá svona efnafræðilega inn í ykkur? Mjög. Við erum alveg mjög líkar, blóðið okkar er náttúrulega sama og beinmergurinn er sami. En svo alltaf þegar tékkað á henni, hún er alltaf sendar út blóðpröfur annarslagið til Svíþjóðar og þá kemur alltaf svarið Hildur Björk er 100% Ágústa Erna. Þannig að það er alltaf, við hlægjum of mikið á þessu. Stundu þegar að skamma hún svo ofurdugleg Ég er alltaf að reyna að láta hann að hægja á sér. Það segir alltaf Hildur, þú veist að ég á þig, þannig að þú bara gegna mér En hún gegna náttúrulega aldrei. En varst þú með eitthvað ofnæmi sem hún var ekki með eða öfugt sem að breyttist við þessi mergsýn? Já, það er náttúrulega ónæmiskerfi sem byrjar að byggjast upp alveg upp á nýtt. Og það er
Ég hef sjálf aldrei verið með neitt ofnæmi en Hildur hafði verið með mikið ofnæmi og ég var með 2 yndislega kisur og hún gat aldrei komið heim svo til mín. Og svo núna þá hún ekki með ofnæmi fyrir kisum lengur. Þannig að ég veit ekki að ég held að sé ekkert annað sko. Þannig að það er allavega fellega sniðugt að hún skuli ekki vera með ofnæmi lengur fyrir kisum. Eftir alla þessa reynslu, hvernig hefur þetta breyttir, öll þessi mál? Vonandi til góðs. En samt ég teki eftir, ég tek kannski lífunum alvarlega, sem sagt. Vantar kannski svolítið kæruleysi í mig. Þannig að mér var sagt þegar ég var að fara út hérna heima, þá sagði það við mig að þetta væri ekkert mál. Og ég náttúrulega hélt að það væri ekkert mál. En svo var þetta heljarnamál og mér finnst líka allt í lagi að fólk viti að því, sko. En þetta er alveg sko vissulega og bara ekki hægt að einu svona ræða það hvað er mikils virði fyrir mann. Einmitt. Þetta er alveg bara það besta sem ég hef gert í mínu lífi og ég myndi gera þetta fyrir hvað sem er. Það er engin spurning. Já, þetta er ólíkindum. Og þið... Hérna erum komin. Já, Gísli, það er líklegast eins gott að vera góður við systkini sín. Já, það er greinilegt. Maður gæti þurft á að halda einhvern tíma. Akkurat, og Hildur er Ágúst og Ágúst er Hildur og það er svona rétt að maður geti greint einhver í sundur og ytra byrðinu en það er ekki ef gott að gera það á innra byrðinu, skilst mér. Nei. Þetta er allt eins. Það er allt eins. En... Það voru að koma nýjar tölur. Já, nú þegar hafa safnast 53.900.000. 53.900.000. En við þökkum þeim systrum kærlega fyrir komuna og næst skulum við fá karlakórinn Fossbræður undir stjórn Árna Harðarsonar og þeir ætla að flytja okkur lagið Tíminn líður sem er íslenskt þjóðlag í útsetningu stjórnandans Árna Harðarsonar. Tíminn líður, trúðu mér, taktu maður var á þér. Heimurinn er sem hála gler, hugsaðu hvað á eftir fer. Eftir fer, hugsaðu hvað á eftir fer. Eftir fer, hugsaðu hvað á eftir fer. Það á að þringja þrátaning, síðanum von í kólanding. Það láta nú til aðsynning, láta hlaupa allt umkring. Allt umkring, láta hlaupa allt umkring. Allt umkring, láta hlaupa allt umkring. Það á að strýkja stelpuna, stinga henni von í mykjuna. Láta hana út á lenjana og láta bola étana. Étana, láta bola étana. Étana, láta bola étana. Tíminn líður, trúðu mér, taktu maður var á þér. Heimurinn er sem hála gler. Hugsaðu hvað á eftir fer. Já, þetta var glæsilegt hjá þeim systurum sem hérna voru og glæsilegt hjá karlakórnum en það er ýmislegt sem þarf að koma að. Grímur Marínó listamaður gaf verk sem heitir Dropinn sem að Krabbameinsfélagið á og getur gert hvað sem það vill við og kannski semst fastbjóðandi einhvern tíma þegar tækifæri gefst. Já, og við höfum alveg gleymt að taka fram að Landsíminn gefur alla sína þjónustu hér í kvöld. Síminn gefur alla sína þjónustu. Þannig að klöppum við þessum. En hér er komið íslenska Eurovision-liðið sem ætlar að sjálfsögðu að flytja lagið okkar Birtu sem er enn ekki komið með endanlegan enskan texta en þeir ætla að flytja það hér órafmagnað og höfundurinn Einar Bárðarson ætlar að vera með þeim Kristjáni og Gunnari.
gær skaut með skjálk í tá og mér var brugðið í hamagöngu sjónlaus leist mér ekkert á allt öfugt snúið í hálfum dansi annars hugar þá lít ég upp og sé þig þar eftir mér leiddist þér tíma en langar mig með þér Bíddu eftir mér af öllum mínu hjarta þá leita ég að þér Bíddu eftir mér Skelfing litlu sjá farin trúin í hálfum dansi annars hugar þá lít ég upp og sé þig þar Bíddu eftir mér leiddist þér tíma en langar mig með þér Bíddu eftir mér þá leita ég að þér Bíddu eftir mér í hálfum dansi annars hugar þá lít ég upp og sé þig þar eftir mér leiddist þér tíma en langar mig með þér Bíddu eftir mér af öllum mínu hjarta þá leita ég að þér Bíddu eftir mér leiddist þér tíma en langar mig með þér Bíddu eftir mér af öllum mínu hjarta þá leita ég að þér Bíddu eftir mér Já, það er ástæða til að minna á símanúmerið eins og þarna var gert og tónlistarmennirnir hafa gert. En næsti gestur okkar í sófan er verndari þessarar söfnunar árið 2001, forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson. Klöppum vel fyrir honum. Já, Ólafur, þú ert verndari þessarar söfnunar. Er ekki rétt að við byrjum á að spyrja hvað felst í því að vera verndari svona söfnunar? Það hefur nú margt falist í því, veita henni stuðning og margvíslegan hátt og reyna undanfarna daga að tala máli hennar og ég er mjög ánægður með þær móttökur sem söfnun hefur fengið og það var líka skemmtilegt í dag að heimsækja söfnunarstöðvarnar. Ég gerði það bæði í Reykjavík og Hafnarfirði og Kópavogi og Garðabænum og ræða við fólkið sem hafði farið í húsinn og það var sagt að segja merkilega reynsla að heyra það að þau gengu hús úr húsi og nánast hvergi var þeim neitað og þessi stuðningur sem þessi mikli fjölda fólki hefur veitt þessari söfnun er auðvitað mikið framlag í sjálfu sér sem ber að þakka og með því að vera verndari söfnunar þá hef ég vonandi eins og aðrir landsmenn geta lagt þessum góða málstað lið. Alveg örugglega og ég hef tekið eftir því í fjölmiðlum að þú hefur tekið virkan þátt í þessu verkefni. Þú hefur fylgst með því alveg frá byrjun og svona fylgt þessu eftir af alúð ef svo má segja. Já, ég hef gert það vegna þess að mér finnst það
ekki aðeins vera skylda mín vegna þess að ég gegni þessu starfi, heldur líka það mikilvægt fyrir mig persónulega og fyrir okkur í fjölskyldunni að leggja þessu málstað lið og styðja þá sem hafa fengið krabbamein en líka styðja fjölskyldunar og styðja krabbameinsfélagið í því að halda núna inn á þá braut sem kannski hefur verið vanrækt á undanförnum árum og áratugum að sinna ekki aðeins þeim sem verða sjúkir, heldur líka fjölskyldum þeirra, vinum og vandamönnum. Því að krabbamein ekki bara áfall fyrir þann sjúka, það líka mikið áfall fyrir alla þá sem standa henni eða honum næst og það þarf að hjálpa þeim að bera þessar byrðar líka og þessi söfnun þess vegna til þess að hjálpa fólki en ekki bara til þess að styðja starfsemi félagsins. Já, þú sem forseti Íslands hlýtur að vera ánægð með það að sjá þjóðina leggja svona krafta sína saman og nú þegar hafa safnast umtalsverðir peningar. Erum við ekki að vinna gott starf? Erum við ekki góðir þegnar? Jú, mér finnst þetta vera óheimjulega góður árangur og fer fram úr mínum björtustu vonum. Og mér finnst að sýna það að Krabbameinsfélagið á góðan bakhjarl í þjóðinni og landsmenn hafa skilið það að þessi söfnun ekki bara fyrir þetta merka félag, heldur í raun og veru fyrir okkur öll. Og mér finnst líka eins og Vigdís nefndi nú hér fyrir í kvöld og ég hef orðið mjög var við það undanfarna daga að þótt að fjársöfnunin sé góð, að þá hefur öll þessi umræða sem hefur fyllt þessari söfnun, aukinn skilningur og fræðsla, verið eiginlega nýtt landnám fyrir Krabbameinsfélagið og fyrir þá sem vinna á þessu sviði. Óttinn að hverfa, feimnin að hverfa og við getum núna talað opið sjúkdóminn, erfiðleikana, þrautirnar sem að hinni sjúku og fjölskyldurnar þurfa að ganga í gegnum, en líka vonina, árangurinn sem lækningin skapar. Og ég held þess vegna að við höfum í þessari söfnun ekki aðeins búið til sterkan og öflugan sjóð, heldur höfum við líka breytt vitund þjóðarinnar og skilningi sem á eftir að hjálpa öllum þeim mikla fjölda sem á eftir að verða fyrir þessum sjúkdómi á næstu árum og öllum fjölskyldum í landinu vegna þess að ég hef sagt það í aðdraganda þessara söfnunar að þó að sé kannski aðeins einn af hverjum þremur og nota það orðalag sem fær sjúkdóminn, þá það hver einasta fjölskyldi í landinu sem þarf einhver tímann á ævinni að glíma við það að einhver þeim nákominn hefur veikst á krabbameini og það þurfa allir í fjölskyldinu að ganga saman þessa þrautagöngu. Eins og við sjáum að það hafa einhver komið í sófandur okkar tveir forsetar sem báðir hafa þessi að Vigdís sem sjúklingur og þú sem aðstandandi hafa lent í þessu og það gefur örugglega mörgum styrk og kraft. Já, ég vona það vegna þess að þetta erfiður sjúkdómur, bæði fyrir sjúklingarna og fyrir fjölskyldurnar og það tekur langan tíma eins og hér hefur komið fram í samtölum í kvöld að glíma við sjálfan sjúkdóminn, það tekur enn lengri tíma. Þótt að læknirinn segi það komin bati, þá tekur enn lengri tíma að ná fótfestu í lífinu á nýjan leik og kannski læknast nú aldrei alveg þau sár sem menn hljóta við þessa glímu. Menn læra að lifa með þeim, en það þarf líka að hjálpa fólki til þess að lifa með þeim erfiðleikum sem lífsreynslan kennir þeim í þessum veikindum og ég vona að þessi söfnun hafi gert það verkum að nú getum við öll talað þetta og nú getum við öll hjálpað hvert öðru í þessari glímu. Feimnismálið að hverfa. Það vonandi rétt hjá þér og hugsa það bara sveimir þá. Ólafur Ragnar, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Ég þakka ykkur og ég þakka líka fólkinu öllu saman sem hefur tekið þátt í þessari söfnun. En fyrrverandi stafnsystur Ólafs á þingi hafa heldur betur safnað í sinn sjóð og fólk hefur hringt inn og gefið inn þessa 500.000 sem það þurftu til að hæfi brjóst sína, þannig að ekki eftir neinaður að bíða en að fá hjá þeim sönginn sem búið var lofa gjafmilda fólkinu. En áður en við förum í það, þá var verið að tilkynna mér hérna í eyrað 59.860.000 sem komið. Það glæsilegt. Þetta glæsilegt, stór glæsilegt. Já, þetta eru frábær tíðindi. En við skulum gefa alþingiskonunum, hvernig eru þær? Já, hann koma þær, við höfum gott klapp. Gott hljóð. Já. Allar í pólitík puðum við og púlum lón og dón. Þótt oft okkur finnist að allt sé fast við eigum samt á von.
eins og ritarar og ráðamenn yfirleitt. Sjálfstæðismönnum síst rótt og sem þá fylgir nægt. Þeir horfa hér upp á það dag eftir dag að Davíð minnkar hægt. Og Geir að hverfa ganske pennt, en gróflega var ég hlessa. Heilagleikinn nú var þeim frá og Hjálmar hann fór að messa. Fylkingin taldi sig eiga séns og yrði hér númer 1. En heilbrigðisráðherrann ég á fót, hann Össur, hann sá ekki neitt. Og því á sá kom og krata her fannst hér sameinast. Sér nú ekki viðreisnar von var hjá djefandi slegið fast. Þeir eru á móti álverum segja þeir ullabjakk. Að erfðagreiningu aðmyndlist helst einhvers konar pakk. Og norskum fósturvísum vilja vísa burt úr bænum. Gerils neyddur hamingju heimur þá hlæmóti vinstri grænum. Frjálslyndir vil ekki veiða fisk en varðveita sjónum í. Því hann á sér þá helst viðreisnar von og verður því kannski á ný. Okkar stolt opnast munu augu þeirra þrjóta. Þrjóskast hér við og halda í hábörvaða kvóta. Við komum hingað úr ýmsri átt með ólík sjónarmið. Við ætlum að búa til betri heim, bæði þið og við. En eins og þið sjáið ekki rétt á eina leið að rata. Ef þið vill liggur okkar leið þó áleiðis til baka. Já, það væri fínt ef það væri alltaf svona fín húmor í því sem kæmi hana frá þinginu. Já, segðu. Já, en hérna... En það eru komnar nýjustu tölur og mér heyrðist þetta vera 63 milljónir og hvað var það í viðbót? 63 milljónir? 120.000. 63 milljónir 120.000. Það er stórglæsilegt. Ég ætla að segja fyrst að þegar menn voru að spyrja hérna í salnum hvaða konur þetta voru. Þetta voru sjálfsögðu Valgerður Sverrisdóttir, Drífa Hjartardóttir, Drífa Snædal, Margrét Sverrisdóttir og Sigríður Jóhannesdóttir og það var Gísli S. Einarsson sem að þær hefði fengið í lið með sér til að spila á nikkuna. Já, og við byggjumst velvirðingar á því hvað þátturinn er orðinn langur. Já. Hann er svona orðinn svolítið svona lengri í annan endan en það er allt í fínu lagi. Við erum að fara að ljúka þessu en það er svo sannarlega gott atriði eftir vegna þess að það er engin annar en Egill Ólafsson sem ætlar að slá botnin í þetta svona tónlist, út frá tónlistarlegu sjónarmiði. Hann ætlar að syngja hér með Dittu sitt frábæra lag, Það brennur. Við skulum klappa vel fyrir þeim. Þegar augun opnast, þú, þegar hlátur berst, opnar dyr, einn nýjan dag og vekur mig. Þú, þegar augun skilja, þú, þegar horfi ég opnar dyr, einn nýjan dag
og sé þig þar og blátt blárra en blá og hátt hærra en hátt hátt jökulinn en fjær haf og strönd Þessi fer nú að verða lokið hjá okkur hér í kvöld en þau eru hingað komin Guðrún Agnarsdóttir og Sigurður Björnsson. Verið velkomin. Takk fyrir. Þú brosir, Guðrún. Já, þetta er frábært. Þetta er alveg stórkostlegur dagur og stórkostlegt kvöld og við erum mjög þakklátt. Og það eru auðvitað ekki öll kurl komandi grafar vegna þess að það eru mörg fyrirtæki sem enn eiga eftir að gefa. Fyrirtækjaráð var á störfum með okkur og hafði samband við marga aðila í atvinnulífinu og við vitum að það er á enn eftir að koma. Við vitum líka að síminn verður opinn á morgun og síðan bankareikningar í bönkunum sem við höfum gefið upp. Þannig við búumst við þetta verði jafnvel enn hærra en þessi tala sem komin er stórkostleg. Já, við vorum að heyra það nú þegar hafa safnað 68 milljónir og við vonumst auðvitað til þess að við förum yfir 70 milljónirnar. Já. En það verður sagt frá því í útvarpsfréttum klukkan 12. Já, á miðnætti verður sagt frá því nákvæmlega hvert upphæðin er komið þá. En það er enn verið að hringja alveg á fullu, þannig að þetta er ánægilegt, Sigurður. Já, við erum eiginlega alveg orðlaus en ætlum samt að fá að segja fáein orð vegna þess að þetta er stórkostlegt. Ég vil nú byrja á því að þakka ykkur
þessum útgeislandi stjórnendum sem hafið hrifið þjóðina með ykkur og okkur í þessu átaki. Ég vil biðja ykkur að skila kærum kveðjum til ykkar vinnuveitenda, það er að segja ríkissjónvarpið hefur staðið sig og allir sem að lagt hafa hér handaplógin. Mér finnst að það þurfa að koma fram að allir fjölmiðlar, hverju nafni segja nefnast, ljósvakafjölmiðlar, dagblöðin öll hafa verið stórkostleg. Það hefur aldrei nokkuð maður sagt nei eða fæst undan þegar við höfum farið þessu leit að fá stuðning frá þeim. Það eru stærri og minni aðilar, það eru bankarnir. Við sjáum að bankarnir studdu þennan knattspyrnuleik sem varð að amerísku fótbolta hann í lokin og Búnaðarbankinn hefur verið okkar aðal hjálparhella með svona útfærslu og praktíska atriði og við fórum þar niður í dag á laugardegi og það var nánast allt starfslið Búnaðarbankans að störfum við að taka móti kössunum, skera þá upp og telja úr þeim og það var stórkostlegt að upplifa þessa stund. Nú það eru svo margir, við getum að sjálfsögðu ekki nefnt alla, en svansprent og netauglýsingar og vísir, .is og strik.is og leit.is og tímarit Fróða og allir þessi sem hafa lagt okkur til veitingar, bæði í dag á söfnunarstöðvunum og í aðalstöðvunum, þessi listi geti verið endalaus, en ég vil endurtaka þakkir mínar til ykkar, til þjóðarinnar, til þeirra sem komu hér til þess að man okkur áfram í kvöld og alla sem hafa komið hér í sófan. Þetta er stórkostlegt, við erum eiginlega, þetta eflir okkur mjög og ég vona við verðum traustsins verð þegar kemur að því að ráðstafa þessum sjóði. Já, það held ég að sé alveg. Við erum sannarlega vel í stakk búin til að takast á við þetta mikilvæga verkefni sem við höfum gert að markmið okkar og við höfum kynnt hér í kvöld og við þökkum mjög vel fyrir að fá tækifæri til að gera það, en mig langar að bæta við enn og aftur þökkum til Lions og Kívanis og allra sjálfboðaliða og þeirra sem tók á móti þeim. Landssíminn hefur verið okkur afar vinveittur, símanúmerið sem við notum eru í þjónustu þeirra og þeir hafa verið okkur mjög góður stuðningsaðili. Íslensk erfðagreining, greitt dagblaðauglýsingar, urðuverðandi auglýsingar á strætisvögnum og Oddi og Íslandspóstur gáfu prentun og útburð. Þannig að allir sem að þessu hafa komið hafa. Já, og svo forsetunum báðum fyrrverandi og núverandi og þjóðinni allri, innilegar þakkir. Já, það er sennilega rétt að bara þakka þjóðinu allir, það er sannlega einfaldast, það hafa allir lagst á. Já, og þetta verður að vera loka orðin hér í kvöld í þessari útsendingur senn lokið fyrir hönd Krabbameinsfélagsins og sjómannsins. Þökkum við öllum þeim fjölmörgum sem lögðu þessu málefni lið með einum eða öðrum hætti, tónlistarfólkinu og öðrum gestum okkar hér í kvöld. Ykkur sem heimasitti þökkum við áhorfið og samfylgdina, sjáumst að viku liðinni. Já, eða jafnvel aðeins fyrr. Verðið bless.